Þar fagmenn og stofnanir sem vinna að varðveislu menningarminja og viðhaldi og umhverfi. Og ICOMOS UNESCO, menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna og heimsminjanefnd UNESCO til ráðgjafar verndun menningarminja. Íslandsdeild ICOMOS var stofnuð árið 1999 á 25 ára afmæli á þessu ári, sem að okkur sem að stofnum það finnst bara mjög skrítið, það skulle vera liðin 25 ár, en við erum þá bara 25 árum eldri og það má alveg halda upp á það. ICOMOS starfar sem sagt annars vegar í landsdeildum og hins vegar í alþjóðlegum vísindanemndum og í samþykktum félagsins eða samtakana þá það skilgreint sem hlutverk landsdeildana að kynna stefnu ICOMOS og alþjóðlega samninga og sáttmála verndun menningarminja og efna til umræðu það í sínu heimalandi. ICOMOS hefur auðvitað mikla starfsemi víða heim en það á hverju ári, eins og ég sagði, haldinn þessi menningarminjadagur og í ár þá markast yfirskrift hans af því ástandi sem að ríkir nú hér í heiminum, því að það sem sagt Disaster and Conflicts through the lens of the Venice Charter og sem að í rauninni rímar við yfirskrift starfsáætlun ICOMOS til næstu 3 ára. Við erum svo blessunarlega heppin að þurfa ekki að vera að fjalla hér mikið stríðsátök á okkar heimasvæði, en við erum saman komin hér í dag til þess að ræða Feneyjaskrána og velta fyrir okkur ýmsum flötum á því eins og þeirri hvaða gildi hefur Feneyjaskráin í dag og hvernig getur hún nýst þá okkur hér á Íslandi við starf að verndun og varðveislu minja og til þess að takast við þau verkefni sem að við stöndum fyrir á sviði menningarminjavörslu. Og líka þá eins og það hvernig að Feneyjaskráin og það sem hún kveður á eigi við íslenskar aðstæður og við getum rætt hvort og hver sé þá sérstæða okkar þegar kemur að verndun menningarminja. Ég á von á því að þetta séu spurningar sem að muni vakna þegar að við hlustum hér á þau erindi sem að verða flutt og í umræðum lokin, þannig að ég myndi vilja biðja ykkur að hafa það í huga að taka niður atriði sem þið myndi vilja varpa hér fram í umræðum á eftir erindunum. Það áður en að Feneyjaskráin var gefin út, þá má segja að það hafi verið aðdragandi sem að nær í rauninni allt aftur á 19. öld. Það má rekja hugmyndir og starfa vörslu menningarminja til eiginlega rómantísku stefnunnar á 19. öld og menn voru þá strax farnir að ræða saman. Fyrst alþjóðaráðstefna slíkt efni var haldið í París 1889. En það voru svo heimsstyrjaldirnar 2 á 20. öldinni sem að ýttu mönnum í rauninni saman að þeim loknum. Þessar styrjaldir ollu gríðarlegri eyðileggingu á menningarminjum, bæði byggingum og öðrum minjum. Og þegar að menn fóru að takast á við uppbyggingu að loknum stríði, þá þótti nauðsynlegt eða fundu þeir sem voru að vinna við það, sérfræðingar á því sviði, hjá sér þörf til þess að hittast og ræða saman. Og það var fyrsta ráðstefna fagfólks á sviði endurbyggingar sem að haldið var í Aþenu árið 1931, sem sagt á millistríðsárunum, og þar var fjallað listræna og sögulega varðveislu eldri húsa og minjastaða og þessi ráðstefna var haldin að frumkvæði Þjóðabandalagsins og forvera ICOM, alþjóðlega safnaráðsins. Og það var gefið út plagg
Aþenuskráin, þar sem að sett voru fram almenn lögmál kenningar það hvernig skuli standa að verndun menningarminja. En síðan liðu nú nokkur ár og þá var aftur brostin á heimsstyrjöld í Evrópu og það var því ekki fyrir eftir þann hildarleik sem að menn settust aftur saman og það má segja að það hafi verið fyrsta alþjóðaþing sem haldið var í París 1957. Það var alþjóðaþing sem var viðbrögð við eyðileggingunni og þar komu saman sérfræðingar sem að fóru að bera saman bækur sínar endurreisnarstarfið og það var þá auðvitað þannig að Evrópa lá í rúst og þetta voru viðbrögð við þeirri eyðileggingu sem seinni heimsstyrjöldin hafði ollið í borgum og bæjum. Þetta skjal sem það varð ekki til sérstök samþykktarskjal eftir þá ráðstefnu og það var ekki fyrir en sem sagt 1964 í Feneyjum sem var önnur alþjóðaráðstefna endurbyggingar arkitekta og endurbyggingar tæknimanna sem haldin var í Feneyjum sem að var gefin út og það það skjal sem að við og sú skrá sem að við ætlum að ræða hér í dag. Og ég held að það hljóti að vera okkur öllum sem erum að störfum eða höfum verið að störfum gagnlegt bæði að fara yfir það sem að kannski hefur verið gert og hvernig við höfum í rauninni nálgast þetta verndarstarf en líka að ekki síður að horfa til framtíðar og ég vona að það verði, það sem að hér kemur fram verði líka svona hvatning að því að halda umræðunni áfram. Þeir sem á þau ykkar sem að vinna við þetta núna, það sé eitthvað sem að þið muni geta tekið með ykkur hérna í dag. Og að því sögðu þá ætla ég að gefa orðið til Helgu Morin sem ætlar að kynna næsta ræðumann. Er það ekki? Jú, við ætlum ekki að hérna. Svona, byrjum við. Og svona. Og svo ætla ég núna að taka hátalarna af fyrir mig, þannig að nú verður talað mál enska. Og svona. Hello. So we all see you very clearly now. That's good to hear. Yeah, and you only see me. So I'm so sorry for that. Don't worry. Yeah, but they're all sitting here very pretty and beautiful. So I just would like to introduce you to our fellow members here in the auditorium. So the time now is 13:40, and your talk will take about 20 to 30 minutes, and then we're going to have Q&A afterwards. But welcome, Alberte Klistner Steffensen. You're an architect and a fellow at the Aarhus School of Architecture. And you're going to talk to us a little bit. And your lecture is called From Monuments to Living Heritage, Revisiting the Venice Charter in the Face of the Contemporary. So, as we say, the floor is yours, but I think the screen is yours. Yes. So welcome. I'll just start sharing my screen. Can you see the screen now? Yes. And Very good. And then presentation mode. lovely. It works. Yes. Should we put it? You have to go a little bit down. There is a next to the pen. I'm going to take that off. Here. Because we see, yeah, there it is. Lovely. Thank you. Thank you very much. And first of all, thank you very much for the invitation. I've been looking much forward to speak to you today. And my name is Alberte, as presented, and I'm a PhD student at Aarhus School of Architecture in Denmark. I'll be presenting my article, I've written From Monuments to Living Heritage, Revisiting the Venice Charter in the Face of the Contemporary. Today's presentation is structured, as you can see, first presenting the research objectives,
then the background and context, and then I'll introduce you to some of the key points from the article. The research examines whether the Venice Charter remains a guiding beacon on potential hydrants in the contemporary landscape of heritage protection by delving into its historical context and role in conservation efforts. The study explores the concept of living heritage and addresses the challenges associated with conserving younger heritage categories. This is illustrated through a case study analysis of industrial heritage in Denmark, marked by ongoing developmental histories and transformation through time. And then at last, the findings will be put into perspective with the environmental challenges we face today. For 6 decades, the Venice Charter has served as a cornerstone for principles guiding the protection and care of architectural heritage and shaped conservation practices. However, the understanding of heritage has transcended its initial emphasis on physical monuments, encompassing intangible aspects of heritage, democratization of values, and sustainability considerations. This research will focus on younger industrial heritage, serving as significant testimonies to the development of the welfare state and modern life forms. Due to deindustrialization, numerous industrial structures from the mid to post-war period in Denmark are currently facing obsolescence, vacancy, or an urgent need for revitalization. At the same time, resource of the existing building stock will play an even more prominent role in the future of architectural practices, which might affect the role of our heritage and built environment. Taking into account sustainability imperatives as well as safeguarding heritage values can give rise to several conflicts related to conservation practices, management of heritage, and this negotiation between conservation and development. The international charters reflect changes in how heritage is valued and how the concept of cultural heritage has evolved over the past century. Analyzing the charters from historical perspective may make them evidence of shifting heritage discourse through time. So what I've done is to analyze selected charters to understand how the heritage discourse in doctrinal documents has evolved since the Athens Charter. I've also done this to get a broader perspective of the Venice Charter and how it's situated in this evolution of the heritage discourse. And going through it a little bit quickly, but a general conclusion is that the heritage concept has been expanded to encompass more intangible aspects, where the Venice Charter mainly relied on a monument-centric and material-based conception. It has evolved from being more expert-driven towards more inclusive, democratic involvement and stakeholders, from top-down to bottom-up management, and also from a focus on particularity and uniqueness, and this idea of heritage as the grand, the old, and the beautiful, towards valuing commonplaces and more ordinary places as heritage. And then, to sum it up, from this static idea of a monument towards the idea of heritage as a living phenomenon. So, as mentioned, the Venice Charter laid the groundwork for conservation practices and methodologies for analysis and care of heritage. And this research focuses on especially 3 themes of the Venice Charter, which are, first, the broadening of the historic monument in scale to encompass setting, this approach of juxtaposition and contrast in relation to additions and interventions with the monument, and the question of original substance. These are all important tenets of the Venice Charter, but can also be challenging while dealing with unintentional monuments situated in complex environments that are marked by evolving narratives
narratives through time, like the case studies I've investigated and I'll be introducing to you today. Then a little bit about the concept of living heritage. Defining heritage itself can be complex and ambitious, and this is further compounded when adding a living dimension to it. By living, it emphasizes a non-stationary, transient character, something changeable or marked by change. In earlier traditions of architectural practices, change appeared to be harmful or invasive. However, this idea of a building as a static entity contradicts the reality of the built environment. With every act of building or interaction with a building, we enact change. So the concept of living heritage covers both tangible and intangible aspects. One definition of the phenomenon is by the Danish architect Johannes Exner, who describes the building as a historical being. So metaphorically, he describes the building as a living process that commences with birth, as it is built, and concludes with death. The building is marked by temporality, he says, by bearing witness to traces from earlier periods and events that the building has undergone. So exercise the passage of time important narrative value, which is an appreciation reminiscent of John Ruskin's view of architecture, where beauty lies in the patina and in the passage of time. Another definition of living heritage is by UNESCO, which defines it as a driver of sustainable development. So as a part of this part of cultural heritage created and passed down by communities from generation to generation, providing them with a sense of identity and continuity. In both definitions, living heritage is closely related to change. So this idea that heritage is continuously recreated or reshaped. And this idea doesn't resonate with the one put in the Venice Charter, which specifies that monuments are living only to the extent that they have endured and lived as living witnesses of their age-old traditions, thereby reducing them to remains of bygone eras and previous times. So today I'll also be presenting two instances of industrial heritage in Denmark through the lens of the Venice Charter. The first case is the malt factory in Ebeltoft, whereas the second case is the South Harbor district in Aarhus. The first one is the malt factory. The malt factory began in 1858 as a warehouse for malt production, and over time it expanded into a full malt house. After operating for 140 years as an important industrial site and workplace for the area, production ceased in the late 90s, where the area stood abandoned, threatened by demolition and decay for more than 15 years. However, the local community took matters into their own hands, seeking funding and partnerships, ultimately buying the factory through public shares, while the factory now has been transformed into a cultural community center 4 years ago. Referring to the notion used by Laura James Smith, the Australian professor, the malt factory serves as an example of heritage as a cultural process, where the factory's heritage value mainly relied on public communal affiliation rather than on the authorized heritage discourse. In the transformation and restoration of the factory, several of the principles from the Venice Charter are adhered to. The architects have conducted precise documentation before defining the interventions. There is a clear distinction between old and new, both in additional building volumes, as you can see on these photos, but also in the interior using visible repairs.
For instance, you can see that the masonry has been restored using bricks in standard format, and the timber construction has been repaired and supplemented with new saw-cut timber. The older components of the building appear untouched, with decay aesthetically accentuated in a Ruskin manner. The palimpsestic approach of the Venice Charter is accentuated in this case, where contributions from different periods are preserved. However, traces or periods that might not conventionally be attributed value has been preserved, such as vandalistic graffiti recounting the less glorious story of the factory's prolonged vacancy. You can also see that on the two photos here on the right hand. You could discuss whether this is a valid period or not, as put in the Venice Charter. Also, firm definitions of original substance, as outlined in the Venice Charter, may pose challenges while dealing with changeable heritage, where it might be the mutable history, alterations, changes, and ongoing interactions with the site that hold paramount importance rather than the factory's initial most original structures. And then the South Harbour case. It's a district in Aarhus, an industrial environment featuring slaughterhouses and heavy industry enterprises from different periods. Over the past few decades, the area has undergone a comprehensive transformation towards a regenerative urban district. Like in the malt factory case, the value of the place as something to preserve and take care of has grown from bottom up, from within the local people's gradual social intervention with the place. So in this case, the heritage value is primarily also tied to the entire environment rather than on the individual buildings, so relying on a more holistic conservation approach. This diagram, you can see the definition of a monument in scale has expanded to include the setting, the one in the middle with the Venice Charter, but I would argue that in the case of the South Harbour district, the significance lie not only in the single building and their immediate setting, but in their collective contribution to defining a wider district within a broader urban fabric. In the South Harbour case, the living dimension of heritage is closely tied to the utilization of the site, where heritage protection comes through use and the local community's meaning-making with the site. So, conclusions of the case studies. Both case studies demonstrate the transformative power of community-driven heritage preservation and management. They underscore the evolving nature of heritage, emphasizing the significance of change and utilization in fostering sustainable conservation practices. As a final note, I'd like to add a few words to the idea that living heritage can be regarded as an agent of sustainable development. In this relation, conservation is regarded as a future-oriented progressive movement rather than backward-looking. In light of the significant ecological crisis facing contemporary society, architectural heritage can be said to have gained renewed relevance as an active participant in the green transition. The building sector accounts for 38% of total CO2 emissions, and 6 out of 9 planetary boundaries has been crossed, which underscores the need for reuse of the existing building stock to play an even more prominent role in future architectural practices. Over the next decade, I think we'll face a new challenge, which is reconsidering the majority of our built environment as something increasingly historically saturated. So in the context of a future where resource responsibility and reuse are paramount matters,
we might learn something from the principles outlined in the Venice Charter. Harmonious integration, repair over replacement, preservation over new construction. Understanding these points in a new light and context may lead to yet another lines in the heritage concept and its future role. Yet, they require a contemporary reinterpretation that aligns with the principles of social and environmental sustainability. This entails a broader understanding of heritage as encompassing not only historical and cultural dimensions, but also social, architectural, and planetary considerations. So in conclusion, while the Venice Charter's legacy continues to influence heritage conservation, its principles must be re-evaluated in the context of current and future challenges. Recognizing cultural heritage as a living entity that connects the past, present, and future can inspire innovative conservation strategies that are socially inclusive, environmentally sustainable, and culturally enriching. In doing so, we ensure that heritage conservation remains relevant and impactful in shaping a sustainable future, where the preservation of our collective history supports the well-being of our planet and its inhabitants. And thank you very much. That was my presentation. Thank you so much, Alberta. That's very insightful and interesting, and the points that you raised in your talk. Now I would like to give the floor for questioning. Our technical assistant tells me it's better that you come here and ask a question, so Alberta can hear it clearly. So the floor is open for questions. Does someone want to start? They're all a bit shy, sorry. So maybe I will then start with one. It was very interesting to see, and also how you've taken the whole environment regarding, for example, the monument, the picture you showed of the monument. The powers to be, how do they kind of take into this idea that a rather large landscape is growing around the monument, when everybody's maybe fighting to build something new and interesting, as they say. So how are you developing this idea, and maybe in the school, the idea that you want to take the surrounding with the monument? Yeah, it's a very interesting and good question. In Denmark, we have also a specific notion for that concept, which is it's called cultural environment. It also regards looking at not the solitary building, but looking at the multiple buildings within a wider setting. And in this notion, actually, it can conclude buildings that are listed or preservation worthy, but it can also be buildings that are not necessarily in themselves listed or preservation worthy, but they are only in the collective merit. They have the value. But it's very interesting, and it's also difficult, and I think that the question of looking at this is how to make the border, where to draw the line. Also, yeah. Thank you very much. Any other question? Yeah, Maria? Yes, here is Maria Gísladóttir. Thank you. Hello. Hello. Nice to meet you. I have maybe more a comment. Thank you very much. But I think what is very obvious here is we have sort of the same problems and the same challenges that we're facing here as well. We have, especially with the younger heritage and industrial sites, which are being maybe not in use anymore.
and we are seeing, I'm looking at people who I know are working in sort of these younger heritage areas, what am I supposed to call it? And this ground-up approach, which I think is very important. And I think maybe our challenge here, as well as maybe you're facing that in Denmark as well, and in other places, is how to sort of virka. Involve them and sort of get them interested, and because maybe that's the best approach if it's a sort of a grassroots approach to things, rather than the powers at be, as you call them, making decisions and sort of making people do anything. Any other questions or comments? No? But it's really interesting. Yes, and maybe I can add as well, just while you're here, because I'm working at the Cultural Heritage Agency in Iceland, and I think we are always sort of discussing this, and your presentation just speaks to everything we are talking about all the time, and especially recently, and how we can use also this discussion on sustainability and sort of a more holistic approach to architecture in a whole. So, yes, thank you. That's my comment. Thank you very much. Thank you. Are there any further questions? Is there anything, Alberto, that you would like to add, or? I don't think so. I'm really happy to hear your questions and response, and I'm interested in following your work also and see the different approaches. So. But I think you have inspired us for a further discussion here today, and I'm sorry you're not going to be with us further, since our spoken language is going to be Icelandic. But we would like to thank you ever so much for coming and staying with us for this duration. And I think we would like to leave you with a round of applause. And again, thank you, and you're ever welcome to Iceland to help us. Thank you. Bye. Thank you. And then I will say goodbye now. Bye-bye. Bye. Leave meeting. Ok, og þá gerum við svona. En okkur er ekkert að vandbúðunum, við ætlum að halda áfram og nú ætla Guðný að fara yfir í raun restina af hennar sínu erindi. Og þá gerum við svona. Og að því loknu, kemur þetta í gang, svona. Og að erindi þínu loknu, þá sérstætt gefst líka tími til eins að taka spurninga. Og þegar að þú hefur lokið þínu máli þá ætlum við að fá smá kaffisúpa. Já. Og þannig gjörðu svo vel. Getum að fara eitthvað 3? Ertu að fara klukkan 3? Já. En vilt þú þá kannski, ég skal renna, það sem að ég ætla að gera núna er að fara svona í stórum dráttum kannski gegnum Feneyjaskrána, án þess að lesa hana alveg frá upphafi til enda, en það er spurning, Rúnar, ég held að það sé þá bara kannski spurning hvort að við klárum það núna bara á 20 mínútum og svo kemur þú. Já, og svo tökum við kaffi. Núna er tíminn. Já, þá er eins best bara að tala hratt, en ég ætla nú samt að reyna að halda því þannig að það sé skiljanlegt. Eins og svo ég haldi nú áfram frá því sem að frá var horfið áðan, þá voru við komin þar sem að Feneyjaskráin hafði verið samin og samþykkt á annarri ráðstefnu endurbyggingar arkitekt og tæknimanna í Feneyjum vorið 1964. Feneyjaskráin var byggð á Aþenuskránni en ítarlegri og kannski afdráttarlausari í því að marka stefnu varðveislu og endurbyggingu húsa og mannvirkja með það að með sögulegt og menningarsögulegt gildi, með það markmiði að standa vörðum þær byggingar, þetta miðaði mikið við byggingar, sem sögulegan vitnisburð. Og í Feneyjaskráni eru setta fram grundvallarreglur og viðmið fyrir starf að varðveislu menningarminja
og er jafnframt viðleitni til þess að samræma ólíka hugmyndafræði og aðferðafræði við varðveislu og endurgerð minja og minjastaða. Og svo er það líka tilraun til þess að samræma hugtök sem eru notuð í umræðu varðveislu menningarminja. Hér í upphafs eða aðfara grein eða aðfara orðum Feneyjaskrárinnar þá koma fram svona helstu markmið og sýn í rauninni á viðfangsefnið og þar líka eru svona hugtökin sem að hafa gildi eða sem eru sett fram í þessari umræðu og það er svona kunnuglegt því að það má segja að það hafa á margan hátt hafi Feneyjaskráin einnig verið fyrirmynd fyrir heimsminjasamning UNESCO verndun menningar og náttúruarfleifðar heimsins og einnig getum við sem höfum verið lengi hér lesið í það líka að þetta hefur á svolítinn hátt líka síast svona inn í íslenska löggjöf og þar er þessi hugmynd að sögulegar minjar séu andleg verðmæti og lifandi vitnisburður og þar er talað sameiginlega arfleifð mannkyns. Það er að segja að menningarminjar eru sameiginleg arfleifð sem við berum öll ábyrgð á að varðveita fyrir komandi kynslóðir. Og þar kemur líka fyrir orðið, og ég ætla að segja strax núna að ég er með íslenska þýðingu Sveinbjarnar Rafnssonar, prófessors, sem hann gerði árið 1992 og við ætlum að ræða frekar kannski orð og þýðingar og annað slíkt á eftir, en þarna kemur fyrir orðið ófalsað sem þýðingaorðinu authentic og við skulum geyma það í hug okkar því það er eitt af þessum lykilhugtökum sem er vert að gefa gaum. En í lok þessarar málsgreinar þá stendur einmitt að það sé mikilvægt að setja fram grundvallarreglur varðveislu og endurbyggingu, að það veri gert á alþjóðavettvangi og svo kemur þessi setning sem en hverri þjóð verði síðan falið að breyta þeim, það er að segja reglunum, innan marka menningar sinna og hefðar. Og þetta er líka atriði sem við ættum að hafa í huga. Feneyjaskráin er sett fram í 16 greinum í 7 köflum og þetta er yfirskrift hvers kafla. Það fjalla sögulegar minjar, varðveislu, endurbyggingu, svæði sem hafa sögulega þýðingu, fornleifagröft og skráningu og útgáfu á rannsóknum. Skilgreiningar sem eru upphafsgreinunum, þær eru skilgreint þar hvað teljist sögulega minjar og eins og ég ætla ekki að lesa þetta upp á orði til orðs en þegar ég sjái þarna sem er feitletra að þarna er talað einstök verkbyggingalistar, vitnisburð siðmenningu, mikilvæga þróun, sögulegan atburð og það er líka minnst á það, þetta er ekki bara einhver mikilfengleg mannvirki, heldur líka það sem lætur lítið yfir sér. Og þarna er líka fjallað og kveðið á að varðveisla menningarminja er fræðilegt verkefni og það er að byggja á fræðum og vísindum og þekkingu á tækni og síðan að markmiðið sé að vernda og þarna sjáum við hvernig orðalagið og það er eitt af því að það talað listaverk og svo hinn sögulega vitnisburð. Í næsta kafla sem fjallar varðveislu, þar koma fram þau atriði sem talin eru vera mikilvæg til að tryggja varðveislu og þarna er bæði nefnt nauðsyn þess að tryggja stöðugt viðhald og nýtingu í þágu samfélags sem mikilvægan hluta af varðveislu. Það er líka minnst á lágmarka inngrip að breyta ekki byggingalist og útliti og þarna er jafnvel kveðið svo fast að orðið að banna nýbyggingar og niðurrif
sem að breyta stærðarhlutföllum og litasamhengi. Þannig að þarna í rauninni mjög strangt kveðið á hvernig skuli standa því að varðveita og jafnframt minnst þarna á flutning á sögulegum minjum. Þessi kafli sem að heitir endurbygging eru greinar frá 9. til 13. Þar koma fram þau atriði sem hafa verið hvað umdeildust og valdist mestum ágreiningi í umræðu og þar sem að tekist hefur verið á endurbyggingar til dæmis. Þar er líka talað þetta sem er kallað hvað heitir það? Það er svipmót nútímans í 9. grein og nauðsyn þess að byggja á skjalfestum staðreyndum og bera virðingu fyrir varðveittum hlutum. Og þetta er í rauninni það sem að stundum hefur verið svolítið erfitt að túlka, eða þetta er opið fyrir túlkun og þarna hefur sem sagt, eins og ég sagði áðan, verið svona umdeilt og tekist á hvernig að skuli, hvað þetta þýði í rauninni. Og áfram heldur í þessum kafla verið að tala endurbyggingu og viðbyggingar. Og við erum þarna áfram að það eru þarna það sem að fjallar nútímalega að það má tryggja varðveislu með nútímalegum varðveislu og byggingarefnum og síðan viðbyggingar eða viðbætur og hvernig það breytingar sem að fyrir eru sem hafa verið gerðar á húsinu í áranna rás eins og Alberti nefndi að bygging er lifandi fyrirbæri sem að breytist leið og búið að reka síðasta smiðshöggi og þetta með hvernig á að fara með síðari tíma viðbætur og breytingar. Það er líka talað að mat og ákvörðun hvernig fari verður eigi ekki að taka sá sem stjórnar verkinu, ekki einn maður, heldur sé það þurfi fleiri að koma að. Og síðan nýja byggingarhluta sem að verða samræmast heildinni en skera sig þó úr. Og þarna er þetta aftur svona þetta orð opið fyrir túlkun á mjög og að viðbæturnar séu samræmi með mikilvægustu hluti og þetta skulum við ræða áfram og ég hef grunn að Hjörleifur Stefánsson sem tala hér á eftir muni koma inn á þetta. Er það ekki Hjörleifur? Jú. Nú, það er eins og ég segi búið að ræða þetta mjög mikið og takast á og í riti sem og franska íkomúrsdeildin hélt árið 2018 þá var fjallað hvernig hugmyndir einmitt þessi atriði sem eru í greinunum þarna undan hafi þróast, að það hafi sem sagt megi greina ákveðna þróun í því hvernig tekist hefur verið á við kröfuna læsileika viðbóta. Það sem á að sjást að er viðbót en á samt að falla að. Og þar eru setta fram svona hugmyndir 3 leiðir og kannski þróunina, það sem að viðbætur eru mjög sýnilegar og jafnvel tala brútalísk inngrip sem í sumum tilvikum yfirgnæfa upprunalegu bygginguna og það er svona vísað í það að þegar að skráin er samin 1964 þá hafi sem sagt svona þessi móderníska hugmyndafræði innan arkitektúrs verið ráðandi og spurt hvort að þetta sé ekki einmitt hafi verið áhrifin frá módernismanum. Síðan er farið að tala nærgætnari inngrip sem að sé þá í betra samræmi við skala og efni upprunalegu byggingana og það er talað þá að það sé samhljómur á milli hennar og viðbótana og svo hafa menn greint á síðari árum vaxandi tilhneigingu til að ná í átt sem sagt að nákvæmri endurgervingu. Þetta er líka eitt af því sem hefur verið oft tekist á En frakkarnir þarna
taka þá pól í hæðina að meðalvegurinn að fara einhvern veginn bílbeggja og reyna að finna lausnir sem að svona taka tillit til þessa alls, það sé það sem að sé mest í anda Feneyjaskrárinnar. Nú, það er ein grein sem fjallar svæði sem hafa sögulega þýðingu minjastaði sem að þurfa að sýna sérstaklega aðgæslu og þarna haft í huga eða skulum við hafa í huga að þegar Feneyjaskráin samin þarna rétt eftir stríð þá var ástand í borgum í Evrópu víða mjög slæmt. Það hafði orðið mikil eyðilegging af völdum stríðsins en það var líka mikil endurnýjun í borgum þar sem ekki hafði orðið sko stríðina brál, en þá var þar mikil sanering svo kölluð og þar voru heilu borgarhverfi rifin og byggðu upp af nýju og það má benda bæði á Stokkólm og Kaupmannahöfn í þeim efnum og það voru líka breyttir samgönguhættir sem kröfðust mikilfenglegra umferðarmannvirkja sem voru lögð í gegnum gömul borgarhverfi og breyttu algjörlega ásýnd þeirra. Síðastu greinarnar, 15 og 16, annars vegar fornleifagröft eins og hér kallað og síðan skráning og útgáfu og það hnykkt á því hvernig að það sé unnið eftir vísindalegum aðferðum og síðan að það verði að allri verðustu vinnu og endurbygging og fornleifagreftri eigi að fylgja nákvæm skráning heimilda og greinandi og gagnrýni skýrsla sé lok og niðurstaðar rannsóknirnar birtar. Þannig að þetta svona á hundavaði, þar sem en allavega til þess að svona fá einhverja hugmynd hvað Feneyjaskráin fjallar Nú, mig langar aðeins til þess að geta hér Feneyjaskrána á Íslandi. Ég hafði samband við Þorstein Gunnarsson því að ég held að það verði að telja það víst að hann hafi verið fyrstur til þess að kynna Feneyjaskrána hér á landi og hann gat því miður ekki verið með okkur í dag en hann bað að heilsa og hann sendi mér svona minnispunkta sín viðhorf og sína þekkingu á þessu sem að hann gaf mér leyfi til þess að flytja og ég ætla hérna að lesa beint tilvitnun í Þorstein og hann segir ég var við nám í arkitektúr í Listaháskólanum í Kaupmannahöfn þegar Feneyjaskráin var samþykkt á ráðstefnu 17 fulltrúa Evrópulanda og alþjóðastofnana og hann segir einn kennara minna, Erik Hansen, þýddi skrána á dönsku í apríl 1965 og dreifiði meðal kennara og nemenda aðalega þeirra lögðu stund á endurgerð og endurreisn gamalla húsa. Og þá segir Þorsteinn ekki ofmælt að henni var tekið sem boðskap sem bæri að hlýta. Þorsteinn sneri heimanámi loknu þarna 1966 eða 7 og hann tók að sér strax verkefni fyrir Reykjavíkurborg og Þjóðminjasafnið og þá kynnti hann Feneyjaskrána fyrir þeim sem hann fór að vinna fyrir. Og meðal fyrstu verkefni hans var að gera húsakönnun í Reykjavík, gamla bænum innan Hringbraut og Snorrabrautar með Herði Ágússyni og hann segir að þar hafa hann gengið út frá Feneyjaskráni með megináherslu á fyrstu greinarnar hugtakið sögulega minjar og 14. grein varðveislu sögulegra borgarhverfa. Og Þorsteinn segir líka líkt leyti og nú vitnaði beint í hann, tók ég að mér að handa endurbyggingu nokkra steinhúsa frá 18. öld. Þar með talið Viðeyjarstofu Dómkirkjunnar í Reykjavík, Nesstofu og Hóladómkirkju og við úrvinnslu þessara verkefna leiti ég á það sem skyldu mín að kynna skrána í heild sinni þeim sem tóku ákvarðanir, þjóðminjavörðum, bæði Kristjáni Eldjárn og Þór Magnússyni og svo sóknarnefndum Dómkirkjunnar og Hóladómkirkju. Þannig að hann þekkti skrána og kom henni á framfæri. Líka í ritum sínum sem hann hefur skrifað Viðeyjarstofu og Nesstofu og á riti sem að Torfusamtökin gáfu út eftir ráðstefnu árið 1986. Þar fluttist Þorsteinn erindi sem hann kallaði viðhorf arkitekta til endurnýjunar gamalla húsa og þar segir hann Feneyjasamþykktin óefað alvarlegasta tilraun sem gerð hefur verið til þess að setja á blað siðareglu fyrir arkitekta og aðra sem vinna að endurnýjun.
en slíkri samþykkt ber þó að taka með allri gát, enda hafa margar þær leiðbeiningar sem þar mælt með reynst allt og alhæfar og fjölmargar velhæfnar endurbætur frá síðari árum verið þess eðlis að þær hefðu ekki hlotið náð hjá höfundur samþykktarinnar fyrir 20 árum. Þannig að Þorsteinn þarna strax að tala sem sagt að það verður breyting á viðhorfum og það það sem hefur gerst. Og hann hefur á löngu ferli komið að endurgerð fjölmargra merkra bygginga og hann segir sem sagt hér í lokin á þessu minnisblaði sem hann sendi mér að starf endurbyggingar arkitektsins felst í því að vernda mannvirki sem listaverk og hinn sögulega vitnisburð, en auk fagurfræðinnar og söguna ekki síður nauðsynlegt að huga að nýtingu mannvirkisins, tæknilegum frágangi þess og kostnaði við endurbætur. Og svo segir hann, líti ég af þessu tilefni við farin veg, þykir mér ekki ólíklegt að mörg minna verka gefi tilefni til umræðu með hliðsjón af Feneyjaskránni eða eins og máltæki segir, flest orkar tvímælis þá gert Þetta eru skilaboðin frá Þorsteini Gunnarssoni og við bara þökkum honum kærlega fyrir. En ég ætlaði svo að fjalla hér í lokin svolítið þýðingar á skránni og orð sem eru notuð. Ég að veltaði fyrir mig hvort ég að gera hlé hérna og Rúnar taki við og svo munum við taka það aftur eftir kaffi. Já, þá fór kaffi fyrst, það verður svona framhaldseri á Guðnýju svona. Þannig ætla ég að færa hérna niður. Og það var frá Feneyjum til Íslands. Blik hérna. Þá viljum við bjóða í pontu Rúnar Leifsson, forstöðumann Minjastofnunar Íslands og þetta hans ber heitir frá Feneyjum til Íslands að taka okkur að hita á sólinni og koma okkur til Íslands. Já, nákvæmlega. Já, þannig að gerðu svo vel. Já. Þessi síminn byrjaði að hringja leið og ég steigði hann upp náttúrulega. Já, góðan daginn, Rúnar Leifsson heiti ég og ég forstöðumaður Minjastofnunar Íslands. Ég þakka einlega fyrir að vera boðið á þetta málþing sem að Feneyjaskrána, en þessar myndir svo framkomið Feneyjaskrána 60. Það fleiri afmæli, hagsanningur UNESCO 70 og svo framvegis. Tíminn æðir áfram og það gaman að skoða hvernig hinn 60 ára gamla Feneyjaskrá sem önnur svona grundvallarrit í minjavörslu, rýmaði lagaumhverfi og svona það raunveruleika sem minjaverndi býr við á Íslandi í dag. Hugmyndir og áherslur minjavernd hafa þróast jafnt og þétt undanfarna áratugi. Á þessu tíma þegar skráin var rituð og svona árun á eftir á 7. og 8. áratugnum var vitundarvakning í húsveitamálum og töluverð gróska í Evrópu svo fram hefur komið og einnig hér á landi svo sem þó að Íslendingar hafi rankað frekar seint við sér þessum efnum. Og komið ljós að við eigum líka bara býsna merkilegan arf í gömlum húsum hérlendis. Og svo sem við tekið eftir að eitt og annað sem ég ræði hér í dag nú komið fram í fyrir eritum og góð eriti að Bertu líka. Nákvæmlega. Þetta nú hér. Hérlendis einkenndist 20. öldin lengst framan af því að eldri hús ætti að víkja fyrir nýjum byggingum. Helst stórum og í allt öðrum hlutföllum. Eða bara fyrir götum og bílastæðum. Gömul hús voru helst álitnar bara brunagildrur og hættuleg. Það rofaði þó eitthvað til og eins og Guðný Gerður kom inn á áðan að þegar að fyrsta húsakönnunin var runnin hér á landi í Reykjavík milli 67 og 70 þá segja Þorsteinn Gunnarsson og Hörður Ágústsson í inngangi að í vaxandi mæli getur aukið skilnings meðal nútíma arkitekta og menningarverðmæti liðins tíma. Augur þeirra hafa opnast fyrir gildi gamalla bygginga hefða. Og þarna kom fram einhver óskum svona hægfara breytingar á ásýn þéttbýlisins, fremur en bara strikaði við það sem var fyrir og nýtt byggt. En samt svona á þessu uppáhaldshárum húsendar á Íslandi kringu 1970
var satt aðal áhersla lögð á varðveislu svona stakra sýnishorna af byggingum. Elstu og verðmætustu húsin fengu að standa á sínu upprunalega stað, einhvers slags svona monument, en það sem byggt var í kring tók kannski minna mið af sögunni. Almenna reglan var svo að gömul hús ætti að víkja og mörg eldri hús voru síðan flutt af sínu lóðum og safnarsæði og það var bara liður í skipulagshugsun þess tíma. Gömul hús áttu nú ekki hlutverk að gegna í nútíma borg. En með árunum vaknaði smá vitundum að gildi húsa var ekki bundið við þau stök ein og sér, heldur skiptið frá samhengi hlutana og umhverfið líka máli, byggðaheildir og götumyndir. Þetta gerist ekki að sjálfu sér. Það er ekki automatískt að heildrætt svipmót byggðar haldist, heldur þarf að taka það ákvörðun og við þekkjum þess að sögu ágætlega, fyrst við myndum kalla þetta bara aktivista sennilega, sem unnum mikið frumkvöðlastarf í þeim efnum og hér í Reykjavík, þetta þekkjum við, sem skilaði sér svona í breyttum hugmyndum geti götumynda og þetta leiddi sér náttúrulega síðan meir til hverfisverndar, nú síðast verndarsvæði byggð og þar fram undir götunum. Þannig í dag leggjum við minjaverndin mikið upp úr heildum og samhengi hlutana frekar en svona einstökum sýnishornum. Líkt og alþjóðlegir menningarsáttmála sem komur svona í kjölfarið verður Feneyjaskráin til í og endurómar hugmyndafræði og fræðilegt umhverfi og svona anda síns tíma. Feneyjaskráin byggir á eldri hugmyndum, alþjóðlegskráni sem nefnt hefur verið, fleiri, og bætir síðan við módernískum áhersluatriðum sem seinna meir hafa sætt gagnrýni. Aðrir hlutar enduróma enn í síðari tíma plöggum hafa verið útvíkkaðir og nárar útfærðir frá því sem birtust í þessu stutta skjali sem skráin eða svona hnittnið það. Feneyjaskráin sem sagt púsl í stærri mynd, getum við sagt, sem hefur haft mikil áhrif á þróun húsendar og málaflokks menningarminja. Hún satt ekki samningur, ekki Evrópuráðsins að UNESCO, en lagði náttúrulega grunninn að bara ICOMOS og þessu hugmyndafræði sem við byggjum á í dag. Ísland átti náttúrulega ekki hlutdeild í Feneyjaskráin á sínu tíma, sem kannski bara allt í lagi, og þeir eru að sama skapi mjög margir alþjóðasamningar menningarminjar og menningararf sem að Ísland hefur ekki undirgengist formlega, en hverja andi svona svífur þó yfir bæði lagasetningu og viðhorf í minjavernd. Við erum svona tileinkað okkur mikið að þessu þrátt fyrir það. Við gerðum lag menningarminjar árið 2012, voru alþjóðlegir sáttmálar hafðir til hliðsjónar og svona skrár og það endurspeglast í löggjöfinni. Við getum nefnt samninga Evrópuráðsins sem ekki undirgengist eins og Valletta og Faro sem hefur verið nefndur og svo náttúrulega menningarsamningar UNESCO. Þannig að undanfarin ár hefur nú verið hérlendis aðal áherslan verið lögð á UNESCO-samninga og mun fremur höld samninga Evrópuráðsins. Ísland hefur sér staðfest samninga UNESCO verndun menningar og náttúruminja heimsins frá 1972, kannski betur þekktu sem bara heimsminjasamningurinn. Við hefum staðfest samning varðveislu menningar erfða, þess að óáþreifanlegs menningararfs, lifandi hefða, líka kallað, frá 2003. Við höfum undirritað samning leiðir til að banna og hindra ólögmæta flutning og yfirfærslu eignarhalds og menningarverðmætum, mjög þjált, frá 1970. Og svo nú síðast þá fullgiltum við samning UNESCO fyrsta samning UNESCO menningarminjar. Það var síðasti samningur sem við undirrituðum, það svo fyrsti. En það sérst Haag-samningurinn svo kallaður frá 1954 menningarverðmæta kom til vopnaðra átaka. En eins og Guðni Gerður kom inn og líkt og við þekkjum að það var mikil vitundarvakning í minjavernd í kjölfar þessar miklu eyðileggingar seinni heimsstyrjöld. Og þennan fyrsta stóra menningarsamning UNESCO má skoða í beinu samhengi við þá eyðileggingu. Og Ísland er nú tiltölulega nýbúið undirrita Haag-samninginn, en það gerðist í kjölfar þá innrásar Rússa í Úkraínu. Þá var þetta rifið í gegn fyrir 2 árum síðan að tæplega. En allar þessar skrár og samningar svona staplast upp og eins og púsl og endurspegla þróun í hugmyndum og nálgunum og að viðfangsefni menningarminja á hverjum tíma. Það bætt við bókunum og eins og viðbótum eftir því sem aðkallandi þykir og eftir því hvernig tíðarandi breytist. Eins og nefnt hefur verið að andi Feneyjaskrárinnar birtist sannarlega í samningum UNESCO eins og með þessa hugmyndir Common Heritage, sameiginlega arfleifð mannkyns alls,
sem tegir sig aftur líka til Aþenu, svo framvegis. En UNESCO hefur síðastliðin ár lagt þó nokkuð mikið upp úr svona samlegð sinna menningarsamninga. Og má þar helst nefna í þessu samhengi hvernig 2003 samningurinn óáþreifanlegan menningararf tengist órjúanlegu böndum við aðra menningarsamningar sem að fjalla svona físískar menningarminjar og físíska menningararf. Forsendur þessar samningskvað 2003 voru þær að óáþreifanlega menningararfur talið vera bara mikilvæg driffjöður menningarlegra fjölbreytni, eins og Alberti nefndi áðan. Þetta trygging fyrir sjálfbæri þróun og það alveg hætta á að þessu menningararfum hnigni, það eyðileggist hreinlega hverfi fyrir bara áhrif ýmissa þátta, alþjóðavæðingar, margvíslar félagslegra umbrota, skorts á umburðarlyndi og þar fram til götunum. Og hér erum við með öðrum orðum að tala venju, siðir og sérstaklega verkmenningu. Þetta sem sagt eitthvað sem byggir á þekkingu og færni sem rætur í fortíð, birtingarmynd í samtíðinni og þetta eru sem sagt siðir og verkmenning sem eru stöður í endursköpun vegna samskipta einstaklinga og samfélaga sem það stunda. Og það eru lifandi vegna þess að það eru aktíft stundaðar í dag, bæði hér á landi og annars staðar og þannig að svo mikilvægi þessa menningararfs og varðveisla og mikilvægi varðveislu hans bara fyrir menningu hvers slags fyrir sig ekkert á milli mála. Þetta bara alveg æpandi. Fyrst nokkur orðum svona mína aðkomu að þessum málum fyrir það sem ekki vita, en mögulega vita það bara allir sem eru hér inni. Minjastofnun Íslands sem sagt stjórnsýslustofnun sem að bera ábyrgð á verndun og vörslu menningarminja í landinu og í því skyni sem að framfylgja lögum með menningarminjar númer 80/2012 og tilgangur þeirra mjög háleitur að skila íslensku menningararfi óspilltum til komandi kynslóða. Í lögunum segja jafnframt að þau að tryggja eftir föngum varðveislu menningarminja í eigin umhverfi, auðvelda aðgang og kynni þjóðarinnar menningarminjum, greiða fyrir rannsóknum á þeim og svo framvegis. Og þetta allt mjög kunnulegt, þetta var ekki fundið upp á Íslandi, sko. En það sem við gerum meðal annars að við höfum eftirlit með friðuðum húsum, mannvirkjum og fornleifum. Við erum stefnu opinbera stefnumörkun í málaflokknum. Við höfum yfirumsjón með skráningu og heildarskrár yfir allar menningarminjar, gerum tillögu til ráðherrann í friðlýsingum. Ef þið viljið breyta friðuðu húsi þá sækjum leyfi til okkar. Við sinnum viðhaldir friðlýstra staða, sinnum uppbyggingu innviða við svoleiðis staði, útlutum úr sjóðum, húsafriðunarsjóði og svo framvegis. Segja má að það sem við horfum til í minjavörslunni í dag séu svona háin 2, getur sagt, handverk og heildir. Við getum líka kallað það óáþreifanlega menningararf og menningarlandslag, það eru til mörg orð. Þannig að við svona færumst fjær því að horfa bara á afmarkað mónument. Við höfum átt á okkur því að handverkið veru grundvallar forsenda í varðveislu íslensks menningararfs. Hvort sem það torfhleðsla, það skiptir bárujárn eða steinahús og svo náttúrulega samhengi hlutan í stærra menningarlandslagi skiptir höfuðmáli. Svo það sé bara sagt að þá leggjum við svona minn upp úr því í okkar daglegu störfum að viðgerðir eða viðbætur eigi að vera mjög sýnilegar, skiljiði, það er ekkert afgút hjá okkur þegar við erum að díla við þessar svo þúsundir mála sem komið til okkar. Því síður að eigi að vera módernískar, sem sagt á eldri mannvirkjum, eins og svona aukafylstu kannski túlkanirnar á ferjarskránni segja til sem við sumir hafa túlkað sem svo. Og hvað eru svo menningarminjar hér á landi? Það eru bara einfaldlega öll ummerki og sögu þjóðarinnar, hús og mannvirki, fornminjar, staðir sem tengjast menningarsögu og einn eða annan hátt, hvort sem þeir eru mannanverki eða ekki, en einnig víðara menningar og búsett og landslag. Og þetta geta þannig verið bæjarmyndir, einstaka dalir, ásýnd sveita og bæjarfélag og svo framvegis. Og það var mikið bót til batnaðar þegar lögum menningarminjar frá 2012 tóku gildi því að þá voru hús og mannvirki annars vegar og fornleifar hins vegar skilgreind sameiginlega sem menningarminjar og umsýsla þeirra varð á hendi einnar stofnunar, minjastofnunar. Sú breyting hafði áhrif á lagaumhverfi minjavörslu áður með gildistöku þjóðminjalagana rúmlega 10 árum fyrr, 2001, að þar kemur fram að búsetulandslag teljast til fornleifa líka. En með samþættingu stjórnsýslu standandi húsa og fornleifa og eina hendi skapast grundvöllur fyrir svona heildræna nálgun að þessum málaflokki og núna lítum við á menningarlandslag sem sambland húsa og gróna tófta í manngerðu umhverfi.
Þannig að í dag verður sagt að sé meira mæli að hugsa hlutina út frá stærri heildum. Hefðbundin og ásýnd svæða. Svo eru allt í að fara að nálgast hluti eins og staðaranda og upplifuna því að dvelja ákveðnum svæðum og annað. En sem sagt, þegar við tölum menningarminjar þá getum við að vera að tala einstaka mannvirki eða fornleifar. Þetta falleg fjárborg í Mjóafirði sem Minjastofnun lét hlaða upp núna nýlega. Við getum verið að tala einstök hús, hérna sjá gömlu Símstöðina og Seyðisfirði, Vatneshús sem mikilvægt bara á landsvísu, sem núna verður flutt á nýjan stað í bænum, sökum ofanflóðahættu og húsafriðunarsjóður kemur að því. En við getum líka verið að tala stærri svæði og heildir. Og eins og þekkt samfelld búseta hefur í landinu undanfarið 1200 ár hið minnsta, sennilega bara meira. Og það hefur markað ásýnd og yfirbragðs alls landsins og skapað þetta einstaka íslenska menningarlandslag sem við þekkjum. Skilja eftir sig mikið fjölda einstakra menningarminja og svo framvegis. Og þetta alltaf markast bara af hnattstöðu okkar, af náttúrufari og annað. Efnisminningi tekur mið af þessu, hún þróast bara frá upp og fram á okkar daga. En helstu tækir sem höfum til að verja menningarlandslag og heildari yfirbragð stærri svæða annars vegar bara friðlýsing menningarlandslags. Eða í þéttbýli þá höfum þá tækifæri að gera bæjarhluta sérstöku verndarsvæði í byggð og bæði sem sagt ákvörðun ráðherra. Nýverið að til að mynda búsetalandslag Þjórsárdals í heild friðlýst. Sjáum hérna gamalt herfóningaráðskort sem sýnir Þjórsárdalinn og rauða línan sem sagt hið friðlýsta svæði. Fyrir höfðu verið fjöldinn af friðlýstu fornbílum þarna, en sem sagt með þessa nýju friðlýsingu þá náum við yfir þetta sem eina heild, allt sem voru milli líka. Hérna á bakvið, myndin á bakvið, það bara þorpið og Flatey og Breiðafirði, kannstu það, og það var gert að hérna verndarsvæði byggð fyrir nokkrum árum síðan, 2019 og 2020. Og markmið sem sagt laga verndarsvæði byggð að stuðla að vernd og varðveislu byggðar eða byggðakjarna sem sögulegt gildi og sem ástæður til að varðveita vegna svipmóts, menningarsögu eða einhverja listræna þátta. Og þetta nokkuð sem gert meðal annars af enskri fyrirmynd og eins og við þekkjum England í dag, falleg þorp og hefðbundið yfirbragð sveita, það hefur bara verið meðvitað varðveitt og náttúrulega þá segull á ferðafólk í dag. Oft hefur reynst erfitt að standa vörð samhengið í byggð hérlendis, okkur ekki alltaf reynst það létt. Gömul hús hafa átt til að verða svona dapurlegir minnisvarðar á milli hára nýbygginga. En sérst lögum verndarsvæði horfa til svæða þar sem byggingarlistar á öllum tímabilum er virt að veruleikum. Það sérst við getum verið að tala götumyndir í fungisstíl, við getum verið að tala bara vel hannaðar húsaþyrpingar eftirstýrisárana og svo náttúrulega og ekkert síður heldur bara bárujárnsklædd timburhús. Og verndarsvæðin taka ekki einungis til stíla einstakra byggingar sem eru á svæðinu, en það eru lagða línur varðandi bara liti, þakkemni, gluggagerðir og svo fyrir utan húsin bara grindverk, hlið, gróður, yfirborðsefni, götulýsingu og hvaðina sem getur haft áhrif á heildarmyndina. Það getur komið inn bara hvernig umferð stýrt, hvernig eru bílastæði og annað. Og við val á verndarsvæðum mjög mikilvægt að huga svona sögulegum rótum viðkomandi byggðarlags, sérkennu þess í menningu, byggingarstíl, sérkennum í atvinnuháttum og svo framvegis. Svo náttúrulega mikilvægt að almenningur íbúar komi að þessum ákvörðunum og skilgreini hvað þeim finnst mikilvægt í sínu nærumhverfi. Og þannig eru aftur að tala dálítið til þessara nýminja sem svo Alberti minntist á. Þannig að það sem við erum kannski að segja að verndun og uppbygging eru ekki ósamþættaleg sjónarmið, heldur má segja að verndun sé uppbygging. Forsenda verndunar húsa fólgin í viðeigandi nýtingu þeirra, húsið hafa hlutverk. Gömul hús og svona söguleg bæjarmynd bara hluti af atvinnuþróun og uppbyggingu. Þetta ekki staðnaðu minnisvarði, eins og kannski áður álitið. Þannig að borgir nútímans bara verða að gera vel við sína sögulegu kjarna. Það bara algilt. Byggingararfur Íslands einstakur. Og ef við lítum einungis til torfbygginga, þá það byggingarhæð sem
fyrstu íbúar landsins höfðu með sér á sko þar síðast árþúsundi frá Evrópu og þróaðist hér allt fram á 20. öld, þetta kunnustu við, og við eigum mjög glæsileg torfhús í húsasafni Þjóðminjasafnsins, einhverja 5 torfkirkjur, en við þekkjum ekki fjölda annarra torfhúsa um landið. Við vitum bara að þau eru smærri og einfaldara gerð, en við vitum þó að langflest þeirra þarfnast viðhalds og eru svo núna á þeim tímamótum að þau eru svona umbreytast í fornleifar bara á næstu mínútum. 5 mínútur á næstu árum. Og þannig að núna, það var að grípa inn í núna til að vera ekki bara menningarslys, að við töpum bara miklu af þessu menningararfi sem við eigum. En það er að segja, Ísland fóstrar þá evrópska byggingarhefð sem þekkist ekki lengur út á landsteinana og við hugsum þetta svíðar og út fyrir efnislu minjarnar sjálfar, að þá er þessi sérhæfða handverksþekking, bara það að hlaða torfveggi og það að byggja torfhús, þetta er óáþreifanlegu menningararfur sem eru gildi á heimsvísu og það er ábyrgð okkar Íslendinga að varðveita fyrir allan heiminn og við ættum að halda þessu á lofti sem víðast. Svo náttúrulega varðveisla verkþekkingar sé náttúrulega mikilvæg bara víðar, það þarf að fólk þarf að kunna gera við gömul timburhús, fólk þarf að kunna meðhöndla bárujárn og ég hef virt að fæstir iðnnemar fái kennslu í þessu í dag sem er bara ekki gott. Við þurfum að miðla þekkingur til vaxandi hóps iðnaðarmanna sem að kannski þekkja lítið til íslenskra aðstæðna líka, það er bara vaxandi hópur. En Feneyjaskráin var á sínu tíma skrifuð með svona steinbyggingar Evrópu í huga. Aldagamlar byggingar en ekki íslenska byggingar sem kannski einkennist af forgengilegri efnum, torf og timbri og sem svona allavega í tilviki torfhúsana er mun lífrænni og meira flæðandi heldur en miðalda dómkirkjur meginlandsins. Þannig að við getum kannski sagt að þessi torfarfur er svona tækifæri sinnaðir í byggingararfur heldur en það sem við þekkjum í Evrópu. Hann svo sveigist og aðlagar sig að þörfum og efnisali hvers tíma og er beintengdur handverki sem þurfti að vera almenn þekking á, sem er núna undanhaldi. Þannig að þarna kemur saman annars að forgengileiki íslenska byggingarefna tengist að almenna verkþekkingu fyrir á tímum og saman skóp þetta einstaka narf. Síðan bara frostan á 20. öld, núna eru fáir eftir handverkið og þegar sú vitneskja hverfur, að þá hverfa físísku minjarnar líka, því að þær get ekki lifað án hins. Þessi meðvitund mikilvægi viðhaldsverkþekkingar og handverks, menn að þetta hefur farið mjög vaxandi, meðvitund þetta undanfarin ár, það hefur samt ekki komið til þess að hið opinbera hafi gripið sérstaklega inn í því miður en það hlýtur að koma að því. Bæði er þetta fyrir áhrif UNESCO-samningsins frá 2003, að hann hafi svona aukið meðvitund þetta töluvert, en það er líka bara málið að það eru komin aukna kröfur á minjavernd og meðan að kröfur aukast og þá fer verkþekkingu bara dalandi á móti. Þannig að þetta bara liggur uppi. Málin hafa rætt víða, meðal annars á hinu háa Alþingi, þar hafa komið nokkrar þingsályktunartillögur sem hafa nálgast þetta á mismæti hátt hvernig þeir sjá að bregðast við. Nú síðast þar flutti inn í desember síðastlinnum, viðhald á hefðbundnu og fornu handverki á Íslandi og hvernig þeir sjá að bjarga því og koma því inn í menntakerfið. Það eru meðal annars hugmyndir að tengja fornverkaskólann í Skagafirði við framhaldsskóla og eitthvað svona. Ég held að það veri bara mjög mikið gæfuspor fyrir íslenska menningar ef að slíkt nær framgöngu. En maður nú kannski ekki alveg 100% sem að þau ná að koma því í gegn. Það vitum við því. En menningarminjar eru ómetanleg auðlind fyrir íslenskt samfélag. Þessi auðlind er ekki endurnýjanleg, þannig að eyðilegging menningarminja er óafturkræf og þess vegna er það bara samfélagslegt hlutverk okkar allra að vernda menningarminjar. Þetta snýr að samfélagi tíma og rúmi, ábyrgð gagnvart bæði fortíð og framtíð. Við erum að þekkja okkar eigin einkenni, hvaðan við komum, hver við erum, úr hvað jarfi við erum sprottin og skilningur og eiginmenningur stuðlar á skilningi á menningu annarra. Og hérna má vitna í Einar Olgeirsson sem sagði að komandi kynslóðir verði ekki neinu vandræðum með að byggja hús. Það munu búa við allsnægtir í þeim efnum sem við vart gerum okkur grein fyrir, en eitt geta þær ekki gert, þær geta ekki byggt gömul hús. Þau söguleg hús sem nú er að rifin og er aldrei byggð aftur. Og svo að það sé bara sagt, og ég vil aðeins, svo að það sé bara sagt að þá er bara nóg að gera í húsend hjá Minjastofnun. Við erum með sama starfsmannafjölda í húsendamálum og þegar húsafriðunarnefnd og fornleifavernd ríkisins sameinuðust á sínu tíma,
Það sem er breyst hins vegar, að meina, fjöldi húsa sem heyrnarlaugin hefur breyst töluvert, upphaflega voru þess að tæplega 560 hús, svo með aldursfriðin hefur þetta tikkað upp í pluss 4.000 og svo þar síðustu áramót var gerð breyting á lögum aftur umsagnarskyldu húsa og þá komu 8.700 hús. Þannig að núna erum við að vinna með kannski á hátt á 14.000 húsa á landinu sem er undir. Flest þessar hús eru einkaeigu og þau þurfa þá að hafa hlutverk svo að þeim sé haldið við. Þau þurfa að geta uppfyllt sín hlutverk, tæknilega og annan hátt og þau eru náttúrulega hluti af ásýn stærri svæða. Þau standi í einhverju samhengi sem samsettu mörgum þáttum sem það þarf að taka tillit til, byggingalist, menningarsaga, náttúrulegt umhverfi og þetta myndar allt einhverju óróa heild sem er náttúrulega dýrmætt lífsgæði fyrir hvert byggðarlag að búa slíku. Og það væri erfitt að fylgja Feneyjaskráni svona óblandaðri í vinnu okkar í samtímanum, en sem betur er hún svona hluti af stærri pakka sem eru að geyma þróun hugmynda og sem birtast í ýmsum seinni ritum sem á eftir koma og sem við getum sótt okkur verkfæri í og svo þurfa þykir í hverju tækifæri. Svo til að draga þetta saman að fornleifar og byggingarárur er náttúrulega ekki einkamál einnar ríkisstofnunar. Þetta er vernd og stýr nýting minja, kalla bara samstarf margra aðila og meðal markmiða minjastofnunar er einmitt að styrkja vitund almenning sem mikilvægi byggingarárs og fornleifa í samfélaginu og samhliða því er að auka almennan skilning á íslensku menningararfi og ég held að skilningur og arfinu sé svona ákveðið lykilatriði sem við erum að vinna með núna. Og þannig er heilmikið sem snýr að skildum okkar í minjavörslunni, hvernig við aukum jákvæð tengsl okkar út á við. Þetta snýr líka störfum fræðafólks, störfum sem rannsóknir og getu þeirra til að miðla sínum niðurstöðum til almennings. Þegar við vinnum með menningarminjar er mikilvægt að halda í það sem kallaði dag, alltaf verið að tala um sanngildi í dag, en þetta er ekki ný hugmynd, þetta er hugmynd sem að tegi sig aftur. Við reynum að halda í sanngildi viðkomandi staða og þetta er þá bæði við uppbyggingu og svo í miðlun og ég veit oft í ágæta grein eftir Önnu Karlsdóttur sem er lektor hérna við HÍ þessu sambandi og bendir á að fleiri ferðamenn sín í menningararfi svæða sem þeir heimsækja áhuga fyrir að sækja hann endurspegli raunverulegan anda tiltekins staðar en ekki eitthvað svona yfirborðslegan manngera afþreyingu sem er kennd við þá eitthvað þemagarð sem við þurfum ekki að nefna. Hússtjórar náttúrulega hafa hlutverk, við nefnt þetta áður. Ef það ekki hlutverk þá varðveitast ekki til framtíðar. Byggingar eru best varðveittur með notkun, byggingin hafi tilgang og henni sé viðhaldi til að þjóna þeim tilgangi. Mörg friðuð hús á landið það hafa fengið nýtt hlutverk í tengslu við bara atvinnuuppbyggingu í dag til að mynda við ferðamennsku, hús sem hefur öðru kosti mögulega fallið í vanhirðu. Hér spila umhverfissjónarmið líka henni, að við nýtum það sem fyrir rífum ekki eða byggjum nýtt. Það hefur náðst einhvers konar frá sátt viðgerðir á gömlum húsum hérlendis og undanförnum árum áratugum, hvað megi gera og hvað ekki. Við höfum ákveðin prinsip sem þarf að vinna eftir en á sama tíma þá náttúrulega viljum við bæta úr göllum. Það þarf að taka mið á notkun húsins en á sama tíma hafa í huga einhver ákveðin æstetík líka. Hvernig húsið situr umhverfi sínum til forms, hlutfall og efnisvals. En ég hugsa að við séum sveigjanlegri en allavega hörðustu túlkanir Feneyjaskrárinnar. En á sama tíma gerum við örugglega betur fyrir ásýnd byggðar og gerum vernd menningarminja sjálfbærari til lengri tíma litið. Við þurfum að viðhalda jafnvægi í nýtingu, hvort sem erum að ræða fornleifastæði eða einstök hús eða stærra menningarlandslag. Við þurfum að vanda vel til verka við uppbyggingu innviða við minjar, svo við skyggjum ekki á viðfangið. Svona bara með skilningi á eigin menningararfi getum við skilgreint okkar sérstöðu. Hvað er það sem gerur Ísland ólíkt öðrum löndum? Þetta samspil umhverfis og minja, yfirbragðs og staðaranda. Við verðum að vernda íslenska menningararfi í umhverfi okkar og getum samhliða því vel þróa þann að nútímanum eða öll heldur aðlagað nútíman að sögulegu umhverfi. Og hér skiptir höfuðmáli atriði eins og viðhald hefðbundinnar verkþekkingar og skilningur á menningarsögu. En eins og fram hefur komið, við ættum ekki bara að líta til einstakra húsa eða vinjarstaða, við ættum að leggja áherslur á víðara menningarlandslag, víðara búseturlandslag, hvort sem það vendar sig í byggð, í þéttbýlum og bæjum landsins eða menningarlandslag í sveitum landsins. Það er yfirbragðssvæða, staðaranda með tillit til ásýndar og þeirra sögu
sem lesa má í landinu á byggingum. Það þessi heildar upplifun af því að koma inn í bæjarhluta og svæði. Þannig að við styðjum við það sem við eigum og bætum síðan ásýnd með skynsamlegri uppbyggingu til að styrkja hana. Þetta er aðeins svo langt. Já. Kæra þakkir, eru spurningar til Rúnars áður en hann hverfur úr húsið? Hér stúlka á fyrsta bekk, María Björnsvöld. Ég held að til að streymis aðdáendur fá að heyra þá verður að stíga hér inn og í pontu og ávarpa fjöldan sem situr við aftur á skjáðum. Þú 4 mínútur sko. Já, ég sko með fljótt. Þetta er spurning úr streyminu frá Ölmu Sigurðardóttur með kveðju og þökk fyrir gott erindi. Hún spyr með hvaða hætti Minjastofnun að styrkja vitund og skilning almennings á menningararfinum? Já, þetta er bara það sem minjaverndin á að vera að gera og við verðum bara að gera betur þar. Við náttúrulega erum að gefa út leiðbeiningarrit vel annars hvernig að gera við hús og okkur langar að ganga lengra og framleiða jável myndbönd og fleira viðgerð á gömlum húsum en það má bara gera margt fleira og betur halda jável stærri ráðstefnur eins og við erum hér og bara hvaðina sko og tengja sig við fólk þannig að já. Eru fleiri spurningar? Ég þarf að biðja það að koma hingað. Já. Ég þarf að koma og skjáverjar heyri. Óskar heit ég, takk hérlega fyrir gott erindi. Mér finnst þetta svo flott sko, þessi tilvitnun sem þú ert með í Einar Olgeirsson og mér finnst hún einhvern veginn sko, mér finnst hún kristalla fyrir mér eiginlega hvað er að mikilvægast að við sko verndun minja. Það er bara að þau eru gömul. Takk fyrir Guðlind. Já, akkurat. Og mér finnst það svona, mér finnst ákveðin spennastundum á milli þess og svæðisverndarinnar og svona staðrandans og ég hef alltaf verið svona sem arkitektur náttúrulega og í rauninni einhver leiti gallharður módernisti að það hef ég eiginlega meiri sko samúð fyrir svona þessari upprunalegu svona 60s Feneyjaskrá heldur en svona þessari hugmyndum sko svæðið og staðarandan að ég finnst of auðvelt fyrir sko markaðsöflin og túrismann og alla að grípa þar inn í og í rauninni að sko kapitalisera á því. Þannig ég var að spá hvort þú hefði kannski eitthvað það að segja. Takk. Já, sko, menn þetta er bara flókið. Ég er ekki að gagnrýna Nei, allt í lagi. Nei, menn þetta er bara flókið og ég svona reyndi nú kannski aðeins að svona nálgast þetta með þú veist, það er til eitthvað sanngildi, hvað sem það nú er, þú veist, og svo er þetta oft fín lína hvernig þú ert farin að búa til eitthvað Disney og hvernig það er eitthvað annað. En sem nefndi líka, ég meina, sko, uppbygging er alls ekki einhvern veginn andstætt verndun, sko. Verndun er uppbygging og þetta er bara að haldast í hendur og vinnast okkar skynsamlega máta, sko. Þannig að eitt yfirgnæfi ekki annað. Þannig að þetta er fín lína og það er ekkert endilega víst að sama aðferðafræði nýtist ómenguð yfir hvert einasta dæmi, skiljið. Þannig að það er að taka með að hverju sæði fyrir sig. Varst þú með? Já. Hoppa hérna kontur. Ég var og kynna þig fyrir. Já, Bjarki hér. Það sem ég er eiginlega að velta fyrir mér varðandi handverki er rauninu það að nú eru orðið mjög fáir sem kunna margt í handverkinu og ég hugsa sko að það er auðvelt að fara þá í þá stöðu að þú vilja halda því þá bara í einokun fyrir þig upp á bara verkefni þannig að þú getur algjörlega stýrt markaðinum en það er náttúrulega leiðir til þess að það deyr síðan með þér. Ég er að velta fyrir mér út af því að þú varst að tala kannski verið með kennslumyndbönd og fleira. Ég hugsa sjálfur að ég væri alltaf svona skeptískur að gera það bara út af því að er ég ekki þá að fara að missa það til einhverja annara sko. Án þess að ég bara nú er að hugsa bara í praktík sko að ég veit alveg að þetta er alveg svona sem að menn hugsa. Já. Nei, svo veit ekki alveg hvernig það var svarið þessu. Þetta var ekki myndið spurning. Nei, einmitt. Já, ég held bara í grunum að handverk er margt í þessu sambandi. Við erum með mismandi minjar og hefðir er ekki lifandi nema fólk kunni að stunda þér og það er okkur ekki til gagns að þetta sé bundið við 2 einstaklingar sem að lifa ekki eilífu sko. En svona bara í lokin langar bara mjög persónulega eina út á Brunan með Kaupmannahöfn.
friðlýst hús á Íslandi, hvernig svona gagnagrunnur það, ef við segjum að bara kæmi hérna katastrófa, gætu við endurbyggt hús, við að safna okkur teikningum eða þetta of stórt prósjekt fyrir Minjastofnun eða? Nei. En þetta eitthvað sem að við eigum alltaf teikningar af mörgum húsum, ég þekki ekki nákvæmlega hvert hlutfallið af friðlýstum húsum öllum, sem eru ekkert voðalega mörg, sko, þannig. En við erum náttúrulega að vinna í þessum málum og þetta í hug okkar. Við erum núna með verkefni sem heitir Brunavarnir í gömlum kirkjum. Við erum 215 friðlýstar kirkjur á Íslandi sem mikil menningarverðmæti, bæði byggingunum sjálfum og svo oft listaverkin í þessum kirkjum líka. Og þannig að það að koma pródútt frá okkur núna, bara mjög fljótlega, sem við erum búin að skilgreina 3 flokka og hvernig best að bregðast við brunavarnir í hverju þeirra flokka, reynum að ná yfir arfinn þannig og það náttúrulega væri optimal ef við getum fylgt því síðan eftir og hefur fjármagn til að fara þá aktíft í brunavarnir í vissum kirkjum, en það ekki hendið en þá. En varstu rétt að Pétur? Þú að koma hingað. Við höfum þetta þá að loka spurninguna og gjörðu svo vel. Ég ætlaði bara að bæta við það sem Rúna var að segja varðandi viðbrögð við svona katastrófum að Minjastofnun beitir sér fyrir því að láta gera leiðbeiningar rýmingaráætlanir, sérstaklega fyrir kirkjur og við fengum þar forvörð, okkar færustu forvörðum til að vinna þessa áætlun og ég nefni þetta bara sérstaklega vegna þess að eins og hefur komið fram í fréttum í Danmörku en ekki kannski svo mjög hér á Íslandi, þá var til rýmingaráætlun fyrir Börsen í Kaupmannahöfn sem að skipti algjörlega sköpum fyrir björgun á þeim menningarverðmætum sem þar voru. Takk. Viltu bregðast við og segja takk fyrir? Segjum bara takk. Herðu, takk kærlega Rúnar. En eins og í öllum spennandi framhaldsþáttum þá ætlum við að fara að fjalla aðeins þýðingar en fyrst ætlum við eins og sagt að fara í auglýsingar en við ætlum að fara í kaffipásu og ég bið bara streymisverja líka að standa upp og teygja sig og fá sér kaffi. Við snúum eftir 10 mínútur og klukkan akkúrat 3, 10 mínútur yfir 3 höldum við áfram. Syngdu hann var.
Kæru gestir, við fyrir senn að hefjast, þannig að óska eftir að taka ykkur sæti. Þeir sem sitja heima, setjist líka niður og tilbúinir í þetta. Gjörðu svo vel, Magnús. Okkur er ekki til setunarboðið. Við ætlum að halda áfram og var búið að lofa okkur æsispennandi hér kafla þýðingar og við ætlum að gera það. En ég ætla að þegar það koma spurningar og svör núna hér á eftir, að ef ykkur þykir vont að koma upp í pontu og þá er auðvitað frjálst að segja spurningun úr sal og ég get þá endurtekið. Þannig það er líka í boði. En þetta er allt til þess að þeir sem eru að horfa sjáu og heyri vel. Þannig að við ætlum að halda áfram og nú er það þriðji hluti, Guðný Gerðar, kynningur á Feneyjarpanel. Gjörðu svo vel. Já, þá er komið að svona því sem að hér í lokin, sem að ég verð að játa að mér þykir mjög skemmtilegt og týndi mér svolítið í. Það er þannig að við fórum að skoða þýðingar. Það er að segja við komumst að því og fundum þýðingu á íslensku frá 1992 sem Sveinbjörn Rafnsson gerði eins og ég nefndi hér áðan og hún var á sínu tíma lögð fyrir Þjóðminjaráð og fornleifanefnd 1992 þar sem að Sveinbjörn átti þá sæti og var svo birt í riti húsafriðunarnefndar árið 2000 og við höfum stuðst við hana og notum hana hér í dag. Það sem að er svo skemmtilegt er þegar við förum að skoða og bera saman tungumálin sem að þessi skrá, hún hefur verið þýdd, en sko Feneyjaskráin er upphaflega samin á frönsku. Hún var mjög fljótlega þýdd bæði yfir á ensku og gefin út og síðan spænsku, rússnesku og þýsku og allt mögulega dönsku meðal annars. Flestar þessara þýðinga þær byggja á frönsku og ensku útgáfunum og þar getum við hort bæði á dönsku þýðinguna og líka íslensku þýðinguna sem að hefur haft held ég bæði frönsku, ensku og dönsku þýðinguna til hliðsjónar. Það er töluverður munur á franska frumtextanum og ensku þýðingunni. Orðum og hlutasetning úr frönsku útgáfun er sleppt í þeirri ensku og merking sumra setninga er fjarlægð. Er mjög fjarlæg því sem er í upphafilegu útgáfinu og það er þetta sem hefur kallað þessi tvíræðni eða hversu óljós stundum hún er og þar með opin fyrir túlkun. Það er verið rætt að ólík þarna þessu sem sagt megi svona kenna eða að það sé ástæðan fyrir þessum ólíku útgáfum eða þýðingum er kannski hversu ólík nálgun á þetta viðfangsefni sem er varðveisla menningararfs er í þessum tveimur svona heims, eða hvað maður að segja, frönsku, annars ef maður tala um Frakkanland eða franskumælandi heiminn og síðan Bretland. Í franska útgáfan þar er eiginlega upphafnara orðalag og þar er lögð áhersla á næmni fagfólks til þess að skilja viðfangsefnið og að það sé hort á það með gagnrýnum anda, en enska þýðingin er jarðbundnari og það er meiri áhersla á meðvitund og rannsóknir og svona praktískari nálgun á einhvern hátt. Þessar tvær, sem sagt, franska og enska útgáfan af Feneyjarskránni, það hafa verið þær sem hafa legið til grundvallar í flestum tilvikum öðrum þýðingum. Og þarna hefur verið rætt og meðal annars þarna í franska ICOMOS 2018 í þeirri greinargerð og þetta hefur verið skoðað mjög svona
í gegnum tíman og hvað veldur, en það eiginlega niðurstaðan að það þannig að hver þjóð sé svona ábyrg því að skilja og framfylgja skránni innan þess ramma sem að hennar menning og hefði segja til En það sé aðalatriði að ná almennu samkomulagi sem sagt grundvallar hugmyndirnar, andan. Nýlega þá var haldin ráðstefna í tilefni af þessu afmæli Feneyjaskránar sem að eina alþjóða vísindanefndum ICOMOS hélt og var á vefnum, þannig að við hlustuðum á þá hluta af þeirri ráðstefnu og þar var meðal annars belgísk fræðikona sem að fjallaði, hún prófessor við háskólann í Liège í Belgíu, hún fjallaði mismunandi þýðingar og hennar skrift yfir erindi hennar var The Open Venice Charter, Learning from the Multiple Translations and Interpretations of the Charter. Og þar bar hún saman texta á nokkru tungumálum og samanburðurinn hefur leitt í ljós að það sem sagt margvíslegu munur á orðalagi milli dönsku og ensku útgáfunar og það hún telur eða segir þar með að þetta sé svona þessi eða ósamhljóða og það opni sem sagt á túlkanir sem að séu mismunandi eftir hvað texta farið eða þýðingum. Og hún spyr hvort að sé í rauninni hægt að tala eina algilda Feneyjaskrá eða hvort að réttara sé að tala Feneyjaskrána þar sem hún kallar open work, sem lifandi plagg eða verk í vinnslu. Skipta glæru? Já, nei, það næsta. En hún sem sagt, hún telur samt ekki að þetta eigi að vera til vandræða heldur og líta á sem vandamál, heldur tilefni til þess að fara í að skoða og þá samræma þessar mismunandi texta, þá ekki að gera það, heldur frekar að nota einmitt þennan blæbrigðamun sem á þýðingum og þar með á túlkun og þá líka á því hvernig skráni beitt og sem hvatningu til þess að skoðanaskipta og þess að halda áfram umræðunni. Og það getur verið að það ekki að líta á Feneyjaskrána eins og sumir hafa nefnt hana byrði fortíðar, heldur getur hún verið upphafspunktur að nytsumum umræðum til framtíðar. Það sem að ég gerði svona mér að ganni mínu var að fara í gegnum þessa íslensku þýðinguna og fransku, ensku og dönsku útgáfuna og það auðvitað þannig að þetta ber allt svipsins tíma og það munur á merkingu hugtaka og hann hefur stundum verið óljós sem að gerir það að það erfitt að greina nákvæmlega við hvað átt og þar gætir þessara tvíræðni merkinguna og það svona eins og náttúrulega þekkjum sem vissulega titil á kvikmynd, þetta Lost in Translation, það eitthvað sem tapast í þýðingum eða breytist. Og það svona nokkur hugtök sem að þið kannski, ef þið horfið þarna á 3 eða 4 sem sagt fyrstu orðið conservation sem eins og ensku og fransku sem þýtt sem varðveisla og fleiri sem sagt hugtök þetta eina orð varðveisla notað fleiri orð. Og síðan sem sagt kemur að því sem endurbygging, endurgerð, þannig að þetta eru svona í rauninni
finnst mér vera það sem að gefur tilefni til þess að fara hér hjá okkur hérna á Íslandi í það að fara í gegnum þennan hugmynd eða hugtökin sem að notu í umræðu varðveislu og verndun, og orðið verndun kemur ekki fyrir í íslensku þýðingunni, og verndun og varðveisla sem eru það samheiti eða hafa mismunandi merkingu. Það eru þessi ensku og franska orðið conservation og svo ensku orðið preservation sem að þau virðast vera að nota á víxl fyrir. En ef að maður það sem munurinn á því sem preservation, það sem sagt að halda áferminjana í því ástandi sem þær eru í og koma í veg fyrir að tefja eyðingu, þar að segja að varðveita sem mest ósnert. En conservation sem ferli sem fest í umsjón minja, og það að varðveita með því og þróa og með markvissu stjórnun og koma í veg fyrir að menningarsögulegt gildi rýrni, en það samt gert ráð fyrir því að það breytist við þá til dæmis notkun. Og það líka frá því að Feneyjaskráin var samin og þýdd, þá hafa hugtök sem að notuð í umræðu, þau hafa breyst og þau hafa fengið nýja merkingu, eða það koma ný hugtök sem að þá núna hafa öðlast sess og jafnvel ýtt til hliðar öðrum sem að áður voru notuð. Og það kannski til þess að skilja og hvað verið að tala, nauðsynlegt að koma sér niður á það með einhverjum svona sameiginlegri vinningu, að það verði einhver sameiginlegur skilningur á því hvað verið að ræða. Og þetta það sem að Claudine Hooper sem að leiðir sem sagt hóp sem að bera saman og rannsaka þýðingar, og hún sem sagt þá í rauninni á því að það geti bara verið hvatning til skoðanaskipta, að það þurfi ekki að líta á skrána sem endanlega grundvöll fyrir verndun menningarminja, heldur þennan upphafspunkt af samræðum sem að verði notar og sem leið til þess að þróa áfram hugmyndir og sem sagt það skilning á því í hverju varðveislustarf felst. Að lokum þá það svona nokkrar spurningar sem að vakna og hafa vaknað og sem að koma fram í umræðu núna þegar verið að ræða 60 ára afmæli Feneyjaskrárinnar, og það þá hvert gildi hennar í dag. Feneyjaskráin sjálf orðin sögulegar minjar, og það hefur allangan tíma verið rætt það hvort að hún eigi við, og hvort það þurfa endurskoðana, breytinni, bæta við, og það verið einhverja tilraunir verið gerða til þess að semja nýja Feneyjaskrá, en það hefur aldrei verið gert, því að menn hafa alltaf fallið frá því, og niðurstaðan núna sú, sýnist mér, að láta Feneyjaskrána standa eins og hún var samin. Það ennþá í henni einhverju grundvallar hugmyndir sem að séu í gildi, en það líka hafa orðið breytingar á þessum 6 áratugum á viðhorfum til varðveislu, og þar með að sviðið eins og Alberte talaði hér fyrr, það hefur víkkað. Það hefur bæði víkkað því að viðfangsefnin hafa breyst. Það eru önnur viðfangsefni eins og til dæmis yngri minjar. Það hefur líka breyst og víkkað á þann hátt að það ekki lengur einungis horft til byggingalistar og sögulegra þýðingar, heldur líka til félagslegra og efnahagslegra þátta, og til óáþreifanlegra jafnt sem áþreifanlegra minja. Og það líka þannig að aðferðir við varðveislu hafa þróast á heimsvísu á þessum 60 árum,
og það ekki lengur einungis fengist við einstakar byggingar, þessar stakstæðu mikilfenglu byggingar heldur heildir, mannvirkja og umhverfið og menningarlandslag eitt af þeim orðum nýju sem að hefur áunnið sér sess. Það líka núna menningararfur og byggingararfur sem að hefur öðlast líka sess, þau hugtök. Og það í rauninni þá þessi loka spurning, hvert gildi Færeyjaskrárinnar í dag, bæði í alþjóðlegu samhengi en líka hér á Íslandi, og hvernig getum við notað hana eða stuðst við hana til þess að komast áfram í okkar starfi og vinnu við viðhald menningarminja. Og það mjög mikilvægt að við horfum til þess sem að segir þarna í aðfaraorðunum og sem að var nú á fyrstu glenn og hér kemur aftur, að það mikilvægt að eiga þessar grundvallarreglur, en líka eins og kemur fram, þá bent á að hverri þjóð sé falið að breyta þessum reglum innan þeirra marka sem að menning og hefðir hverjar þjóð að leyfa. Takk. Nú ég búin, ég mun ekki koma aftur. Takk Guðný kærlega fyrir. Það gefst tími fyrir spurningar í lokin til hennar, en við skulum bara kynna til leiks næsta fyrirlesara, og það Hjörleifur Stefánsson, arkitekt, og hans erindi ber heitið hagnýt viðmið eða fílabeinsturn, spurningamerki. Alltaf mikið að hafa greinarskilningi vel. Og hérna birtist það, þannig að gjörðu svo vel. Komið sæl. Ég ætla að fjalla svolítið að hvað miklu leyti Feneyjaskráin hefur verið notuð sem hagnýtt verkfæri á Íslandi. Og til þess að setja þetta í samhengi þá þarf ég að fara svolítið langt aftur í tímann reyndar. Hugmyndafræðin bak við alla þessa varðveislu á sér rætur náttúrulega í rómantíkinni og í byrjun 19. aldar þegar að rómantíkin hafði náð töluverðum slagkrafti, þá fóru arkitektar að líta til gömlu kirknanna, miðalda kirknanna alla Evrópu sem voru þá í mikilli niðurníðslu. Það höfðu byggst upp á mjög löngum tíma og farið síðan í niðurníðslu, en allt í einu þarna maður farið að gera við þær, og fljótlega kom í ljós að hugmyndi manna það hvað það ætti að gera skiptist í tvö horn. Einn frægasti arkitektin frá þessum tíma, Viollet le Duc, franskur arkitekt, gríðarlega afkastamikill, hans skoðun var sú að hann segir sem sagt að endurgerfa, það að restaurera, ekki það sama og halda við eða viðgerða eða breyta. Að endurgerfa fólgið í því að færa bygginguna til fullkomnunar sem hefur ekki nauðsynlega verið fyrir hendi áður. Hann leit svo á sem sagt að þetta væri raunveru gallagripir, það þurfti að færa þær tilbaka til einhvers ástands sem þær hefðu átt að vera í ef þær hefðu ekki sjálfar verið þar. Og hann tók sér þetta frelsi og restaureraði hverja miðaldakirkjuna á fætur annarri með þessum hugsunarhætti, reif burt og breytti til þess að færa það til eins stíls horfs. Í Ruskin, John Ruskin í Englandi, heimspekingur og listamaður, hann leit á endurgervingu í þessari mynd sem algjöra eyðileggingu. Endurgervingin væri lygi frá upphafi til enda, fyrir þess að kirkjan átti að standa þarna eftir endurgervinguna eins og hún hefði verið svona, en þetta var náttúrulega bara hugmyndið að draumur mannsins sem að sá endurgervinguna. Á Bretlandi var það sama í gangi. Þessi maður sem nefnið þarna Gilbert Scott, hann var einna atkvæðamestur á Englandi,
Hann restaureraði hverja kirkjun á fætur annarri, endurgerði sem eins og ég kallaði það, en hann skrifaði sjálfur hins vegar að jafnvel hinn besta og vandaðasta endurgerfing hefur lítið gildi miðað við rústirnar af upphaflegri byggingu. Það er að segja, ef að byggingin hefði bara fengið að verða rústir, þá hefði hún jafnvel verið meira virði fyrir eftirtíðina heldur en hinn endurgerða bygging. Hann var mjög prinsippfastur og leit svo á að það ætti alls ekki að endurgerfa, það er að segja John Ruskin, en Gilbert Scott var sammála honum en gerði þetta samt. Og það er meðal annars þetta sem við höfum verið að gera á Íslandi og mjög, mjög víða. Svo kom William Morris, rithöfundur og listamaður, og hann var í raun og veru sammála stefnu John Ruskin og skrifaði töluvert þetta. Þessir menn, John Ruskin og William Morris, þeir litu svo á að þessar gömlu byggingar væru menningarminjar eins og þær voru bara þá, með öllum seinni tíma breytingum. Þetta eru minjarnar upphaflegu bygginguna og allt það sem gert hefur við hana síðan. Og það er það sem að þeir töldu að ætti að varðveita. Svo deilurnar á 19. öldinni, átökin snerist þessi tvö meginsjónarmið. Svo eftir styrjaldirnar þá var málið orðið töluvert breytt. Það viðfangsefni við varðveislu menningarminja var orðið miklu, miklu víðtækara og miklu almennara og Feneyjaskráin er samin, en þá er líka sagt, þeir taka upp í raun og veru ákveðna hugsun röksemdir John Ruskin og segja að það ætti að líta á endurgerfingu sem aðferð sem aðeins verði gripið til sem undantekningar. Og þetta er endurtekið í mörgum klausum, en hins vegar þá einhvern veginn fer það nú fljótlega þannig að þetta átti að vera viðmiðunarreglur en þeim er aðeins fylgt í undantekningatilvikum. Ég varð svolítið upptekinn af þessu öllu fyrir bráðum 25 árum síðan, vegna þess að 1999 þá var ég búinn að liggja yfir skjali af og til í nokkur ár og búa til skjal sem ég kallaði húsafriðunarfræði. Og þar var ég að reyna að fara yfir það sem að ég vissi viðgerðir og endurbætur og friðuðum húsum á Íslandi á undanförnum áratugum og eiginlega bera það saman við Feneyjaskrána og reyna að átta mig á því, hefur hún verið notuð eða hefur hún ekki verið notuð, hvar hefur verið vikið frá henni og af hverju. Og ég fæ ekki þá betur séð en að allir þeir sem að koma að þessum málum þekktu Feneyjaskrána en þeir fóru bara ekki eftir henni. Það er að segja alveg eins og Gilbert Scott, við vildum þetta en það var eitthvað annað sem olli því að við gerðum þetta ekki. Og hvað var það? Jú, það var einhvers konar samfélagslega þegjandi viðleitni sem allir tóku þátt í að fegra sögun okkar. Minjarnar okkar, sögulegu minjarnar, voru ekki nógu flottar, þær voru ekki nógu stílhreinar, þær voru ekki nógu fallegar, þær fullnægðu ekki fagurfræðilegu kröfum okkar. Og þetta gerðum við í stórum stíl. Ekki ég síður en aðrir. Og í þessu skjali, ég vissi það að þetta myndi fá gagnrýni og menn myndi ekki vera sammála þessu, þannig ég skrifaði líka verk sem að ég hafi sjálfur unnið og vísaði til þess hversu heimskulega ég hafi farið að máli mínu. Ég nefni hérna bænhúsið og gröfi á Höfðaströnd, elsta mannvirki sem áttum á Íslandi. Það var tætt í sundur og endurbyggt aftur að smið á vegum Þjóðminjasafnsins og Þjóðminjaverður vissi ekki af því. Þetta var bara sett í gang og hann fékk að gera þetta til eigin allir vissu það þetta eftir og þetta var alveg skelfilegt. Ég sá viðgerð á Laxdalshúsinu á Akureyri og hafði ekki betur stjórnað þeim svo að smiðurinn á staðnum, hann fór sínu fram að langmestu leit og ég kom á og til og nöldraði, en húsið var tekið í tætlur og byggt upp aftur í svipaðri mynd og ég hélt að það hefði haft, en þetta var ekki þörf á þessu. Þegar Bessastaðastofa var gerð upp, þá var mörgu breytt þar sem ekki þurfti að gera. Búðakirkja
hún var rifin, þetta var gömul kirkja, stórmerkileg, það var búið að breytinni töluvert og endurbyggja hana. Á vegum húsafriðunarnefndar þá var hún rifin bókstaflega og byggð önnur kirkja, ekki á sama stað einu sinni, heldur töluvert til hliðar, af því að sá sem Hörður Ágústsson sem stjórnaði því verki, hann taldi á hann að það betra á að hafa hana þar. Þetta gert fyrir fé úr opinberum sjóðum allt saman. Lækjargata 4 í Árbæjarsafni hrundi á leiðinni í safnið. Fólkinu fannst húsið ekki vera nógu hátt, það var bara hækkað í safninu og gert öðruvísi heldur en það hefði verið. Og þetta eru menningarminjarnar. En þetta eru sem sagt við fagmennirnir sem gerðu þetta allan tíman. Svo ætla ég að sýna ykkur hérna eitt dæmið þar sem ég sekur um. Þetta hús í Flatey á Breiðafirði, svo kallað Benediktsnes hús, sem var þessi hluti hérna byggður 1840, svo gerði það viðbygging skömmu síðar og svona leit þetta út til 1872. Þegar ég kom að þessu 1977, þá var húsið svona eins og annars vegar teikningin og eins og ljósmyndin sína. Það var búið að byggja við það og byggja við viðbygginguna og það var búið að byggja ofan á það. En inn í þessu mátti sjá þetta hús hér, það sást meiri sig í samskiptum á plötum og það sást inn í herbergjaskipan. Og svona finnst mér í raun og veru að við hefðum átt að varðveita húsið og halda því við þannig með ummerkjum upphaflega húsið og allt það sem síðar kom, en ég var trúr tíðarandanum og húsið var gert upp. Við gerðum þetta eins nákvæmlega eins og við gátum. Þetta miklu, miklu fallegra hús auðvitað, en heimildagildi þessa hús menningarsögu okkar eins og það núna miklu, miklu minna heldur en heimildagildi húsins eins og það var þegar við byrjuðum á þessu. Feneyjaskráin, ef ég hefði einhvern veginn stappan yfir fótum og sagt ég vil trúa þessu að þetta sé rétt, þá hefði ég ekki gert þetta. En tíðarandinn, húsafriðunarnefnd, allir sem voru að fást við þetta á þessum tíma fylgdu þessu. En nema hvað, að smá saman þá fórum við átt okkur á því náttúrulega að Feneyjaskráin var svolítið átti ekki alls kostar við hjá okkur, það var svo sem augljóst mál frá upphafi og svo kemur þetta 1994 Nara-skráin upprunaleika eða, það sem verið að vekja athygli á því að við þurfum að einhvern veginn að túlka þetta miðað við okkar aðstæður á hverjum stað og þessi skrá varð í raun og veru til að einhverju leyti vegna þess að Japanir sem hefðu tekið virkan þátt í þessu starfi, hjá þeim hafði elstu byggingar þeirra, ævagömul hof frá 11. og 12. öld. Það var hefð fyrir því að þau voru tekið niður á 100-200 ára fresti, spýtu fyrir spýtu, endurnýjað það sem var fúið og skemmt og svo var það bara sett upp aftur. Og þetta hefði samkvæmt ströngustu túlkun Feneyjaskrárinnar ekki verið rétt, en eftir að búið var að semja þennan texta hér, þá litu menn svo á að þetta væri bara eðlilegt. Ég hef skoðað þennan texta töluvert og hann svolítið snúinn. Það mjög snúið að held ég að þýða þetta á íslensku, en ég held að þetta veri mjög mikilvægt fyrir okkur vegna þess að réttlætingin á því til dæmis að vera sífellt að endurbyggja torfbæina fólgin í því að eins og kom reynda fram hjá Rúnari áðan að minjagildi þeirra liggur ekki síst bara í hefðinni, handverksþekkingunni og þá skiptir sem sagt sannleiksgildi sannleiksgildi aðferðarinnar skiptir miklu máli. En engan síður þennan text ekki hægt að nota óbreyttan miðað við íslenskar aðstæður. Það veit ég, þó ég hef ekki þýtt þetta sjálfur, en ég hef skoðað nógu mikið til þess. Og svo nefni ég þetta hér sem dæmi. Þetta sem sagt torfhús sem að ár eftir ár verið að sækja styrki til þess að halda við og gera eitthvað við og ég spyr, þetta hús eða rúst?
Staðreyndin er nefnilega svo að þetta skiptir gríðarlega miklu máli að taka afstöðu til þess. Hvað er þetta eiginlega? Hvaða stoð má hafa Feneyjaskráni og Nara-skráni við ákvarðanir það hvernig ég varðveita svona mannvirki? Sko, ef þá að endurgerfa þetta, endurbyggja eins og við höfum verið að gera við gömlu húsin, þá verður þetta rifið fullkomlega. Það verður ekki spýta sem verður notuð í endurgert hús af því þetta er allt saman ónýtt. En þetta stendur þarna. Ég á ljósmyndir af þessu húsi frá það bil 25 ára tímabili og hef fylgst með því hvernig þetta er að breytast í rúst. Þegar ég tók fyrstu myndirnar af þessu, þá fannst mér þetta vera orðið rúst. Og nú, mörgum árum seinna, er það náttúrulega enn meiri rúst, en ár eftir ár sækja menn styrki til að gera eitthvað við þetta og enginn veit hvað það á að gera og það er ekkert rætt það einu sinni. Ég held sjálfur að það sé alveg fráleitt að reyna að endurgera þetta. Ég held að það sé ég held að sé fráleitt að endurgera þetta og ég held að sé fráleitt að reyna að halda þessu við í strangri merkingu. Ég held að menn eigi bara að horfa á þetta sem fallega rúst og dást af henni og kannski læra það hvernig svona lega verður fullkomlega að rúst á segjum 50 eða 100 árum. Og þá fór ég að hugsa þetta, hversu raunhæf er krafan upprunaleika við varðveislu torfhúsa. Ég set hérna upp með grænu og rauðu, annars vegar eins og þetta var og eins og nútíma varðveislan er. Sko, torfhúsa hefðin nefnilega, hún fólst í því að endurbæta og byggja eins góð hús og aðstæður leyfðu. En nútíma varðveislan felst í því að endurbyggja þau eða endurgerfa þau eins og þau voru þegar safnið tók við þeim. Það er að segja, við erum ekki þá að bæta þau, heldur bara stoppa þróun, en byggingarhefðin var fólkinni því að þróa þau alltaf meir og meir, en nú ætlum við að stoppa þetta. Og þá er sem sagt nútíma varðveislan, hún fylgir ekki fullkomlega upprunaleika aðferðarinnar. Torfhúsahefðin fólst í því að bændur önnuðust sjálfir torf- og grjótleifslu húsa sinna. Nú eru þessi verk í höndum fáeinna sérhæfðra manna og mannverkin verða einshæfari. Það verður miklu minni munur á húsunum við þetta. Rúna sýndi okkur áðan ljósmynd af fallegum torfbæ þar sem að grjótveggirnir voru svo fallega hlaðinir að þeir voru nánast eins og myndlistaverk. Svona var þetta aldrei í þessum húsum. Bóndinn gerði þetta sjálfur, ekki til þess að gera þetta að aðdáanar verðu handverki, heldur til þess að byggja sér skjólgótt og ódýrt hús á eins skömmum tíma eins og hann gat. Torfhúsahefðin fólst í því að torf var reist með handverkfærum, nú eru oft gert með vélum, áferðin verður önnur. Torfhúsahefðin var fólgin í því, er fólgin í mjög forgengilegum byggingum, en nú erum við að leitast við að vinna bug á forgengileika eins og við getum. Þetta er ekki upprunaleg aðferð fyrir vikið. Hins vegar, þá held ég sko að svari við þessu sé einfallega það að við þurfum að ræða hvað við eigum við með upprunaleika. Sko við þurfum að laga upprunalegar aðferðir að þeim aðstæðum sem nú eru og við þurfum stundum að víkja frá upprunalegum aðferðum af nauðsyn, en í öðrum tilvikum þá höfum við gert það valkvætt, við höfum gert það án þess að þurfa að gera það. Hérna ég að vekja athygli á því sem ég nú búin að gera áður í máli mínu, að menningarminjar eiga að vera sýnilegar í umhverfi okkar og mynda rammum daglegt líf og það eiga að segja sanna sögu. En í hvert einasta skipti sem við hreyfum við minjónum til þess að varðveita þær eða vernda minjarnar gegn eyðileggingu, þá er óhjákvæmilegt að gildi þeirra eða sönnunarmáttur þeirra skerðist. Við eyðum alltaf einhverjum sönnunargögnum í hvert einasta skipti. Hvort sem við viljum það eða ekki, við þurfum bara að passa okkur á þessu. Og svo virðist að vera einhvern veginn inngróið í okkur að þegar við gerum þetta, þá erum alltaf breyta þeim til þess að fegra þær. Við erum að fegra þær og gera þær meðvitað eða ómeðvitað að upphefja sögun okkar sem okkur alls ekki ætlað að gera. Feneyjaskráin með seinni tíma viðbótum sem sagt rökfræðileg tilraun
til þess að skilgreina vinnuaðferðir sem kom í veg fyrir slæma meðferð menningarminja. En vinnuaðferðunum ekki fylgt nema í undantekningartilvikum og það eru mjög sterkar tilhneigingar sem gæti til þess að endurgerfa mannvirki, fegra þau til upphafningar og fölsunar á menningarsögu. Sem stendur helst hægt að líkja Feneyjaskránni við fimleika í Fílabeinsturni. Það mín niðurstaða, en enga síður þá finnst mér Feneyjaskráin vera stórmerkilegt plagg og getur gert okkur miklu meira gagn heldur en hefur gert ef við einhvern veginn komum okkur til þess að ræða hana og skiptast á skoðunum hana. Þegar ég setti fram 1999 þetta plagg sem ég sýndi ykkur áðan, þá var það gert til þess að fá starfsfólk minjavörslunar, aðallega Þjóðminjasafnsins, til þess að ræða málin. Ég sendi þetta til allra starfsmannanna. Það urðu engar umræður, ekki nokkrar. Ég fékk þá athugasemd, ég held að það veri lengsta athugasemdin sem ég fékk var, já, þetta þín skoðun. Ég var ekkert að setja þetta fram sem nein sannindi, heldur bara tilraun til að skapa umræðu, þannig við kæmumst einhvern veginn áfram. Umræðan varð ekki. Af máli Rúnars núna áðan, þá mátti ég þó heyra það að innan Minjastofnunar fer fram umræða núna, sem ekki fór fram þá, og ég fagna því náttúrulega, en gjarna vildi ég fá að heyra meira af henni. Takk fyrir. Kæra þakkir. Þá fyrir nú að síga á seinni hlutan hjá okkur, en við ætlum að enda á samantekt sem að María Gísladóttir, arkitekt hjá Minjastofnun Íslands, ætlar að leiða. Og eftir það tekur við þá umræður og panel sem að þá í raun Hjörleifur og Guðný og þá María munu leiða. Já, ég má vera með. Og þá enn og aftur þegar koma spurningar að ef ykkur vill ekki koma og benda og tala hér, þá getum við endurtekið þær fyrir þá sem að heima sitja og að fylgjast með. Við fáum alveg ábendingar þegar við þurfum að lagfæra, þannig að það þarna ykkur úti. En nú skulum við þá bara loka þessum og María, gjörðu svo vel. Takk. Hæ, aftur. Já, samantækt. Ég vaknaði svo ótrúlega margar spurningar hjá mér. Ég átti svolítið erfitt með að halda þræði og muna að ég ætla að skrepa niður svona samantækt í lokin. En ég held ég geti samt alveg sagt að þráðurinn í dag hafi verið þessi spurning sem var einmitt eiginlega titillinn hennar Alberte, leiðarljós eða hindrun, og kannski líka titillinn þinn, Hjörleifur. Að þetta svona sami þráðurinn. Er þetta eitthvað sem við getum notað og svona stutt okkur við í minjaverslunni til framtíðar, eða er þetta bara úr sér gengið og þurfum við bara að skoða einhverja nýja leiðir? Já, og mér fannst mjög gott að því að fyrsta spurningin sem ég var búin að skrifa bara áður en að þetta hófst í dag var sem við vorum alveg búin að ræða ofta að þetta þyrfti bara að spyrja og það er þessi spurningum hvort að Feneyjaskráin hafi eitthvað gildi í dag og einmitt hún notuð hér, hefur nú verið notuð hér. Það var afskaplega gott að fá þessar spurningar frá þér og vangaveltur, Hjörleifur, takk. Að því að við undirbúning þessa málþings í dag þá erum við líka búin að fara eiginlega margar hringi í umræðum það. Hefur þessi skrá verið notuð markvisst í minjavörslu hér á landi, og ég held Rúnar kom inn á það áðan líka að kannski ekki beinlínis, en hún svífur samt svona yfir vötnum í lagasetningu og hvernig farið með þetta, og þó ekki, að því svo gerum við kannski bara allt annað. Og ég held við vitum alveg hjá Minjastofnun líka, við fáum ýmiss konar erindi, þetta er bara fólk sem vill breyta sínum húsum og er ekki fagmenn á þessu sviði, og við erum að reyna að gæta einhvers meðalhófs í okkar afgreiðslum líka, þannig að við erum til dæmis ekki í friðum 100 ára húsum alltaf að fara fram á nákvæma uppmælingu og skráningu á því
hvað varðveisluvert í þessu húsi, hvaða leið ætlið að fara og nú kemur bara ítarleg skýrsla það. Þannig að það einhver svona meðalvegur sem við erum að reyna að feta. Já, eins og ég segi, það ég bara mjög svona út á suður í mínum pælingum þetta, en mér finnst þetta búið að vera mjög mikill innblástur allavega fyrir mig og mér finnst líka mjög gaman að heyra frá þér, Hjörleifur, þessar vangaveltur þín eigin verk, svona aftur í tímann og ég held að við hljótum líka að hugsa það sem að við höfum fengið til umsagnar, við höfum samþykkt alls konar og þá rökstu það með einhverjum hætti og hefur það alltaf verið rétt og svona, þetta bara vekum í margar spurningar. Næsta spurning sem við vorum líka búin að skrifa myndum gjarnan vilja ræða var þetta með hver eru þá næstu skref. Í Feneyjaskránni og hjá ICOMOS gert ráð fyrir því eins og Guðni Gerður kom inn á að hvert land svona aðlægi og hugsi þetta með við sínar aðstæður og skráin hefur verið þýdd. Kannski ástæða til þess að skoða þessi hugtök nánar og skilgreina hvert og eitt hugtak nánar með við þessi svona aðeins fjölbreyttari orð sem eru til í erlendu útgáfunum. En kannski það einmitt næsta skref hjá okkur að skoða NARA skjalið og hvernig getur það nýst okkur og undanfarið hefur verið mikil umræða torfarfinn og hvernig við eigum að ná utan hann og meðal annars verið talað að koma honum á UNESCO menningarminjaskrána og hvernig skuli þá gera það og þá hefur svona leiðin verið rædd sem að það væri frekar handverkið og þessi aðferð heldur en ákveðni torfbæir, ákveðin sýnishorn því það getur verið flókið að halda í eitt hús sem að sífellt þarf að vera að endurbyggja. Já, eitthvað sem ég á eftir að nefna sem að kannski bara einhverjar spurningar eða athugasemdir eða ábendingar eða pælingar? Engar? Við höfum tíma til þess að ræða eins svona bara á meðal okkar sem sagt erindi sem hér hefur flutt í dag. Ég ætla að setja hérna upp heimasíðu. Já. Okkur til já, býttu nú við kannski aðeins að fá að nota þetta tækifæri ég myndist á það hérna áðan að á þessu ári eru liðin 25 ár síðan að Íslandsdeild ICOMOS var stofnuð af þá fólki sem að þá var við störf á Þjóðminjasafninu, Árbæjarsafni, Húsafriðunarnefnd og það eru líka 4 stofnanir sem eru aðilar, það bæði einstaklingar sem sagt og aðilar. Það náttúrulega með þetta félag eins og svo mörg önnur að það eldist og ekki bara félagi sem slíkt heldur líka fólkið og sumir eru orðnir svolítið gamlir og sumir eru hættir að vinna og allt það en það ungt fólk og við viljum mjög gjarnan fá nýja félagsmenn og það mjög mikilvægt að halda þessu sambandi við heiminn eins og sagt með því að ganga í ICOMOS, Íslandsdeildina, þá fáum við aðild að svona heildarsamtökum á alþjóðavísu, fólki út allan heim sem að fást við þessi sömu viðfangsefni og við hér á mjög oft áhugaverðan og athyglisverðan hátt. Það eru sem sagt fundir og ráðstefnur, það eru þessar alþjóðlegu vísindanefndir. Þannig að ég ætlaði bara að hvetja ykkur sem eru hér og ekki þegar meðlimir að sækja og koma til okkar. Við erum mjög opin fyrir því að veita fólk nýjum meðlimum. Við erum bara að leita nýjum meðlimum. Ég ætla að það gert bara með því að sjáum við hér á heimasíðunni bara hér að gerast félagi og þar kemur fram hvað þarf að gera, bara senda tölvupóst og greiða árgjald og það svona það bil það sem að þarf og
Síðan ætla ég hér síðan að benda ykkur á hérna að Feneyjaskráin hér í íslenskri þýðingu líka, þannig að textin hér og við getum haft hann hérna upp og eitthvað langar til þess að lesa. Þetta eru svona eins og Hjálfur segir, þessi textar eru alveg gríðarlega snúnir og erfir ofta þýða. Þessi þýðing Sveinbjarnar bara mjög góð, það eru hún kemur ágætlega sem sagt bara hefur svona þannig vel læsileg og skiljanleg en við létum í fyrra þýða nýjan samning menningar ferðamennsku og það var í fyrsta lagi mjög erfitt að finna þýðandar sem vildi taka það að sér og þegar við gerðum það þá var það svona fyrirtæki sem sér þýðingar og það var mikil vinna bara að fara yfir og lesa og svona eiginlega endur semja textan. Þannig að NARA-dokumenti virkilega áskorun, held ég. Þannig ef einhver veit slingan þýðanda sem óhræddur við að taka sér svona erfið verk þá bara takk fyrir. En eins og ég segi, ég vil bara enn og aftur hvetja fleiri og ykkur sem hér til þess að ganga í e-commerce. En hafa vaknað spurningar sem þið viljið fá svör við þessi erindi? Mér langaði svolítið að spyrja bara sjálf svona frá erindinu Albertu þarna þegar hún með svo sterk myndin þegar hún sýnir monumentið og svo staðsetninguna og svo umhverfið. Ég þekki auðvitað að það til eitthvað sem heitir verndarsvæði í byggð. Svona kannski frá ykkur svona hvernig þið sjáu þetta fyrir ykkur, getum við bara friðað allt eða gert allt í kringum, ég veit ekki hvaða svæði ættu að taka bara Bennustorfuna og bara all Þingholtin eða hvernig sjáu þetta fyrir ykkur að svona geti virkað og beini þess þá bara til þeirra sem best þekkja til já Kannski hjálpast það við manni og segja pass. Já, þetta dálítið stór spurning og það auðvitað verið að reyna að gera þetta með verndarsvæði byggð og það svona hugsunin með því að þetta sé svolítið svona grasrótar vinna, að þetta á að koma frá sveitarfélaginu sjálfu í raun og veru og vera þeirra svona stefnumörkun hvað þar viljað til að halda í og með hvað hætti skuli gera það. En allavega eins og þetta núna þá endar þetta svolítið á að vera svona minjastofnun að við erum voðalega oft spurð þegar það búið að samþykkja verndarsvæði þá kemur svona spurningin til okkar má gera þetta og þá reynum við að svara þið ákveða þetta að vera svona, hvað finnst ykkur? Þannig að það getur verið allavega hinga til hefur verið að mörguleiti erfitt og svo líka til fyrirbæri sem heitir hverfisvernd sem í skipulagi og það líka oft bara mjög flott hugsun á bak við það en það líka stundum erfitt svona í meðferð síðar meir af því að oft vantar líka skilgreiningu á því sem verið að reyna að varðveita og hvernig eigi að gera það. Það bara sett hverfisvernd á eitthvað svæði og svo ekkert nánar útlistað í hvað felst í henni og þá svolítið erfitt að einhvern veginn ætla að vinna með það í framtíðinni, hvað má og hvað má ekki á þessu svæði, hvað þýðir þessi hverfisvernd og ég veit ekki alveg hvernig við að ná, ég held að það sé lykilatriði eins og var komið inn á áðan hjá Rúnari meðal annars að það bara skiptir máli að þessi fræðsla og miðlun og að vekja athygli og áhuga bara almennings líka, þetta einhvers konar menning bara og eitthvað svona almennt hugarfar og hér verðist oft vera svona erfitt að setja reglur og ég meina það oft bara viðspyrna í þessum verndarsvæðum þar sem að fólk svo hrætt við að það með ekki mála húsin sín hvernig sem eða kaupa eitthvað bíkókarskála og setja hann uppi húsið sitt af því það eru verndarsvæði en einhvern veginn erlendis sumstaðar þetta hægt og til dæmis í Bretlandi víða eru bara svona hverfi þar sem að virðist vera að fólk sé stolt af því að eiga hús á svona svæði þar sem að bara farið eftir ákveðnum reglum og jafnvel ákveða með bara mála svona hinsegin og alveg niður í minnstu smáatriði. Þannig að ég held að það sé eitthvað svona hugafar sem að þurfa að vera almennt. Það mjög erfitt að koma svona ofan og ætla að stjórna öllu, sko.
Já, á ég endurtaka það, viltu koma? Þessi verkefni er verkefni sem það er að draga fram. Feneyjarskráin og þessar kerfisverndaðar leiðbeiningum sem framvegis sem langar runur og orðum og komum og skilgreiningum og hugtökum sem að geta svona fjárað út og runnið í samfélaginu. En ekki sem að unnið hefur verið við, styrkirnar hafa verið veitt til því, eru svona áþreifanlegir hlutir. Og svona verndaðarverkefni verða fyrst verulega áþreifanlegir til þess að burðarkarmar og til og áþreifaðar hjólastólar og þannig að þess að það kemur til söguna að það var einhvern veginn að koma við heimur saman. Þess að ég hvet hendur til þess að framhalda þessu og búa til einhvers konar umræðuð fund annan, málþinga eða hvað hann heitir, sem farið svolítið ofan í verkefni og verkefni sem þetta er svona óstöðlega spennandi og skemmtileg hluti en sérstaklega þegar þeir eru þegar þetta er svona óþjóðarlegt eins og myndir Þakka að kærlega fyrir. Þetta var Stefán Örn og hann hvetur hér félagið til að halda áfram á þessu góðu vegferð sem þau eru á og einmitt þakkar Hjörleifi kærlega fyrir að sína hérna þetta handrit sem hann átti í fórum sínum og hvetur hann áfram til góðra verka í þeim efnum. Er þetta ekki svona stofið? En það var eitt sem að vaknaði að því að þegar Hjörleifi var að sína húsið sem var rúst svona og það notar orðið harmljóð, á ljósmyndasafni Reykjavíkur verður núna í júní opnuð sýning sem heitir Harmljóð hest eftir Hlyn Pálmason, kvikmyndagerðarmann og ljósmyndara, þar sem að hann í rauninni tekur myndir á ákveðnu millibili af hesti og hvernig hann rotnar. Og þegar þú varst að það var alveg Harmljóð rúst. Og er þetta eitthvað svona bara í rauninni í álfunni sem við ættum að bara fylgjast með hvernig rauninni húsið eða húsin fara? Ég veit ekki hvort að það er eitthvað svona sem þú varst að pæla þegar þú varst að tala um harmljóðið. Harmljóðum rúst. En, já, viltu, ég endurtaka? Þú endurtaka, ok? Mér finnst það svo óbúslega góða punktur sem Hjörleifur tók upp að núna er staðan þannig í 12 húsunum okkar sem eru svona okkar byggingararfur sem við getum verið á stoltum stað. Hann bendir á það, hann er 12 þekkingin á höndum óbúslega fára manna. Ég þekki persónulega bara 2 og þetta er á sama tíma þetta okkar eigin svona eini húsaarfur sem er staðbundinn þar sem byggir húsið á grundvelli þess sem er á svæðinu. Önnur lönd búa með óbúslega ríkar hefðir þar sem byggir á staðbundin máta og staðbundin efnum en sem eru við í Íslandi komin á þann stað það er svo óbúslega mikil bara vanþekking í þessari efnisnotkun að við erum að færa staðbundna þekkingu á milli landshluta í endurgerðum á samtúnsum og það er óbúslega slæm staða sem við komum í. Og mér finnst mjög mikilvægt að Hjörleifur sé að benda á það. Ég vil bara fá að taka aðeins fastar á því að þetta er virkilega slæm staða. Já, Snædís vil benda á og tekur undir orð Hjörleifs varðandi að flytja ekki staðbundna þekkingu á milli landshluta þegar kemur að uppbyggingu torfhúsa að þá verður þetta, já, það er nú eitthvað landslagið að ruglast svona hvaðan þekkingin kemur. Þetta er ekki svona það bil. Já, náðu þessu svona það bil. En, já. Kannski bara veit ég aðeins á Fornverkaskólanum sem byggðasafnið Skagfirðinga hefur haldið úti sem sko bara þeirra eigin verkefni en eins og Rúna segir það er ekki neinn opinber stofnun eða fyrirbæri. Já, Guðni bendir á Fornverkaskólan og byggðasafnið Skagfirðinga sem er með bara það ætti að vera á sko rífandi fjárlögum rauninni og þetta er, já. Óbúslega dæmi norðurlenska torfhleðslu en það aftur það búið að grípa inn í tæknina. Þar er tækniskorið torf líka. Það er til dæmis enginn með hest í torfdrætti. Af hverju er enginn með hesta í svoleiðis? Það er bara, við eigum að nýta okkur það sem við vitum á að þetta er alveg út af. Já, Snædís.
Já. Sæti leggur enn sterkar áherslu á það að nýta það sem við þekkjum nú þegar í staðan fyrir að breyta. Og hvað sagðirðu? Hversum erum við með? Já, hest. Á hverju nota tæknina í staðin fyrir í staðin að hamra á því sem við vitum með það. Já, en ég held að við séum kannski bara komin að ákveðnum svona endalokum í dag. Það þá spurning hvort að formaður vilji loka málþinginu, en ég þakka ykkur kærlega fyrir góða hlustun og skemmtilega samveru hér í dag og þeim sem heima sitja við skjáinn líka og vona að þetta hafi einnig nýst þeim vel. En að endingu þá býði formann Íslandsdeildar Ecomost og við til að ljúka hér deginum í dag. Já, mér langar bara í lokin að þakka bara ykkur sem að komuð og ég líka vil þakka þeim sem hér töluðu. Rúnar er horfinn á braut en Hjörleifur er hér ennþá og Albert er farinn úr skýinu. En ég, eins og ég sagði áðan, vona virkilega og tek undir það með því fleirum eins og Stefán Erni að það verði framhald á og skora bara á það fólk sem er núna á þessum vettvangi að halda áfram og þakka bara kærlega fyrir mig. Nú, jæja, er það, já. Nei, við bara, já. Það er kannski bara... Já, gjörðu svo vel. Það er framhaldið, gjörðu svo vel. Það komur Hjörleifur fyrir hans framlög og sérstaklega. En ég þarf að bíða að standa hér þannig að það heyrist. Það sem við langar til að vekja athygli á það er kannski tvennt. Það er svona þessar praktísku spurningar sem við að stríða sem við erum að sinna viðgerðum húsa. Við erum semst með lifandi byggingararf í hendunum og til þess að varðveita hús þá þurfa þau að helst að hafa hlutverk, ef þau ekki þá að verða rúst eins og Hjörleifur sýndi fram á áðan. Þannig að við stöndum fram fyrir því að halda þessum lifandi byggingararfi við til að segja hægt að nýta hann og þá býr fólk í þessum húsum eins og þau vitið vantarlega og þá þurfa húsin að hafa ákveðin tæknileg gæði eins og salerni og bað og þess aftur og stundum þarf að byggja við húsin til þess að þau megi varðveitast áfram og þá kemur þessi spurning hvernig á að fara því og hvernig stangast það á við eða fer maður eftir Feneyjaskránni þar og í framhaldi af því þá spyr maður sig að því hvað er þetta sem er nútíminn í dag, hvað eru merkjum nútíman eins og stendur í 9. grein Feneyjaskráninnar, svipmynd nútíman sem á að viðbyggingar eiga að bera með sér. Og þetta hefur ruglað ansi marga og til dæmis kemur það fram í litlum viðbyggingu við gömul hús að það þarf að þau litlar viðbyggingar bera svipmót nútímans og sem þýðir það að þær fara ekki eftir því húsi þá sem fyrir þó svo að sé getið það með minnir í 13. grein að viðbætur eiga að samræmast heildinni. Þannig að þetta er mikið að vefjast fyrir mér og ég bara er að spyrja hvað er nútíminn í dag og þurfum við ekki eitthvað að huga á nútímanum sem getur í Feneyjaskránni því að nútíminn er ansi gamall í dag finnst mér. Þannig að þetta er svona eitthvað sem að vefst fyrir mér og akkurat þetta hvernig gerum við hús í dag? Erum við alltaf að brjóta Feneyjasáttmálann með því að gera fallega við glugga og þess áttar? En auðvitað eru tvær aðferðir við það. Annars vegar leggjum við áherslu, eða ég allavega og fólki kringum mig, að gera við frekar en að kaupa nýtt. En það eru tvær stefnur í gangi hafa verið að gera allt eins og sleikt í stæðan fyrir að afmá aldur og slit. En sem sagt þetta er svona spurningar sem ég ætla að koma framfæri og ég kannski geti haldið áfram endalaust með því að ræða þetta en mér finnst þetta að vera svona praktíska spurningar, hvar við stöndum. Takk.
þetta er rauninni bara að vera efni í eins og Stefán kom inn á áðan og þetta sem að Magnús er að segja inn í bara annað málþing svolítið þetta. Hvernig er Sölvaveir og allt þetta? Já, þú heitir? Birta Já, Birta. Líka bara, þetta með að, já, og líka, ef að allt er heilt að innan en það vantar nýja skélur á húsið og allt þetta. Þetta finnst mér ótrúlega áhugaverð umræða sem að væri að taka bara, alveg og, Birta tekur undir orð Magnúsar en hvetur til frekari umræða á öðru málþingi kannski og taka þetta einu lengra. Hver er nútíminn? Anna Sigríður nú? þetta að gera við frekar heldur að kaupa nýtt það. Nú er það náttúrulega bara, það er unga fólki og það er mikið í tísku. Já, græna byltingin, já. Og svona og helst verið í einhverju sem er svona sérstæði gammalt. Er þetta ekki eitthvað sem að sérstaklega partur af samfélagshugsunin. Já. 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 Og þá erum við kannski komin inn í það já, að þá það sem hefur verið að sagan fái að sjást öll og þessi mann að skemma kannski endurbæturnar sem að gera fyrir 50 ára sem líka eða Já, Nanna tekur undir að það reyna að lesa söguna og svona svolítið leyfa þessum endurbótum að lifa í húsinu sýnilega. Já, fastari tökum, já. Hún er bara svo mikið bakfræðslu og þessi bara svo frábært hvað það getur svo mikið vakning fyrir minjarnar með hjálparni. Sjálfbarnunarvopni í baráttunni í það, já. Óskar var búinn að rétta upp hönd og því. Já, við Magnús segir þetta með hvað er nútíminn. Þetta sýnir bara svo miklu leyti hvað Feneyjaskráin er mótefnisplagg, að hún heldur að það sé til eitthvað sem er eina sanna svar við nútímanum og þannig var það árið 1965. Þá var hægt að ímynda sér að það væri hinn eina sanna lausn við hverju og einu augnabliki á svona einhvern tæknifræðilegan hátt, en ég held að í dag þá sé það ekki hægt að þá myndum við gera það með áklæðningu og klæpa utan og við myndum búa gluggana á mjög ákveðin hátt og við erum ekki alveg vissum hvort við myndum vilja það. En akkurat þetta í Feneyjaskráni er óviss. Þetta með nútíma. Að koma orða byggingunum. Ég held grunum að þetta sé svolítið misskilningur. Ég held að í Feneyjaskráni sé talað það að viðverðu breytingar eiga að endurspegla sinn tíma. Það er bara þann tíma. Sinn tíma? Já, í þeim skilningi er það nútíma. Er það ekki þessar greinar? Skilur þetta? Sinn tíma. En þetta er þetta svona áhverð. Það er svona aðkvöndið með mér, þetta alveg tókstreita út af því að það er reyðin að hamra í hissinn á manni svona, ekki svona vísvitandi, en það er svona einn móteniski kassi. Settu við hissinn að þið, nú ættu að fara að búa til einn móteniska kassa og sen er maður á sama tíma að maður vill út af það líka verður hamra að þú gerir ekki self-force-miðbæðing út af því það er heimskulegt, þú gerir það ekki sko. En veistu það svona áhverð út af því að það er bara eins og þú veist að tala um nákvæða þetta með móteniska. Sinn tími myndi þá þýða það í dag að við myndum klæða gömlu bárujárnshúsin með lituðu áli. Nei, sko, við erum alltaf að túlka, sko, við erum að halda þeim við með þeim aðferðum sem að verið hafa. Ef við ætlum að breyta einhverju, þá eiga breytingarnar að vera hratt af samtíma okkar. Bárujárnshúsin myndur bara endurklæða aftur með bárujárni ef bárujárni er svo ryðgað að það er ekki hægt að gera við það. Ef þú ætlar að gera viðbyggingu, þá getur alveg gert viðbyggingu með bárujárnum þess að bárujárn er jafn gilt í dag eins og það var fyrir 100 ára síðan. Sko. Það er það raunlega, það var ekki viðurkennst. Jú.
verið að setja þetta á þök og veggi á húsum út allan bæinn. Það stundur verið að leggja lárétti á þetta, Það kemur fyrir, já, en það líka sett á bara klassíska menninga nátt. Þetta væri einhver túlkun, en ég held að það sé ekki endilega það sem hefur átt við árið 65. Ef það hefði gert endurbyggingu, þá hefðu þeir gert hana bara svo, þá hefðu þeir líkt eftir einhverju Le Corbusier byggingu í rauninni. Þeir hefðu gert það, þessi módernistar sem skrifuðu Feneyjaskrá, en ég alveg að segja það sem að þú, ég meina þetta með að klæða þetta árið, það alveg fullt sýtt að sátt. Ég er ekki að segja að það hefur gert það, ég er að segja að það held ég að þeir hafa átt við með þessu að það sé mert sínum eigin samtíma. Sko, nú það þannig að bæði í Feneyjaskránni sjálfri og í seinni tíma skrám sem hafa komið sem viðbætur og alltaf lögð áherslu á það að allt þetta orðalag eiga með að túlka hver á sínum stað eftir sinni menningu og sínum aðstæðum. Og það það sem við þurfum að gera. Við þurfum einhvern veginn að rýna þetta og segja hvernig lögum við þetta á okkar aðstæðum. Og þar kemur til dæmis inn þetta sko að, já, hugsanlega hefur þú rétt fyrir þér að þessi kallar sem skrifuðu þetta hefðu gert þetta svona eins og þú ert að lýsa. En við hefðum ekki gert það þannig. Þannig að Feneyjaskráin nánast bara eins og táknrænt skjal sem við eigum eftir að já. Kannski glemur einu í þessu, það er byggingarstíllinn og það er arkitektúr. Tökum bara venjulega glugga, gamla glugga, 6 glugga. Það er mjög ópraktískt að vera með 3 rúður staðið einn. Ég vil þá ekki bara að horfa fram hjá estetíkinu og hefðinu og arkitektúrinu og hafa bara eina rúður. Eins og hefur við gert. Er eitthvað ótið í? Nei, það eru komin kannski... Já. Við setjum þetta næsta áfengi. Ég held að þau komið Ásækja til að vera ég næstu í fyrir næsta. svona seintir í. Nei, það var fínt maður. En eru þá ekki bara góð í dag? Segja þetta gott. Svo þetta er list. Sjáum bara. Þannig að sjáum svo næsta morgun. Já, takk. Takk fyrir. Svona. Og eitt er grút. Þú slúst bara henni bara sjálf.